Já, velkomin að Rauðaborðinu á vori. Nú bara komið ljós að það vor, það ekki lengur vetur. Til hamingju með það. Það verður líflegur þáttur hérna á eftir með fjölbreytilegu efni. Hérna aftast í þættinum að þá ætla ég að tala kvennaverkföll og kannski kvennabaráttuna við hana Valgerði Þ. Pálmadóttur. Hún nýdoktor í hugmyndasögu í Háskólanum. Hélt hérna erindi í húsinu, í Alþýðuhúsinu, vorstjórninni helgina kvennaverkföll. Ég ætla að ræða við hana kvennaverkfalli sem var hérna í haust og líka kvennaverkfalli sem var hérna fyrir löngu síðan en líka kvennaverkföll sem hafa verið út í heimi. Hvað að koma að lesa í þessi verkföll, hvað snúast þau? Hvernig hægt að mynda samstöðu kvenna sem eru náttúrulega ólíkur hópur með ólíka hagsmuni, ólíkum stéttum, ólíka stöðu í samfélaginu. Ég ætla að eiga samtal við hana Valgerði Pálmadóttur sem eldklár kona og skemmtilegur viðmælandi. Björn Þorláks fær í heimsókn hér áður en að ég ræði við Valgerði frá Helga Gunnlaugsssyni, afbrotafræðingi. Það eru óvenju mörg sakamál í gangi. Það eru 2 morð bara með skömmu millibili. Ég held að þeir ætla að reyna að ráða í það hvort að þetta séu einhverjar breytingar sem að má ráða í að bendi til þess að samfélagi sé að versna eða hvort að þetta sé bara einfallega að okkur sé að fjölga og þess vegna verði fleiri morð á Íslandi. Sjáum hvað kemur út úr samtali þeirra Björns og Helga Gunnlaugssonar. Hlökk Theódórsdóttir skipulagsfræðingur og núna í námi í opinberri stjórnsýslu. Hún gerði könnun á meðal fólks sem að vanna skipulagsmálum, bæði þá sem að voru að vinna í skipulagsstofnunum sveitarfélagana, kjörna fulltrúa líka þeirra sem að svona unnu að þessu á þess að tengjast kerfinu beint svona eins og arkitektar eða verkfræðingar og annað slíkt og var að spurja meðal annars spillingu eða hvort að fólk varfið svona pólitískt tengsl eða ættartengsl eða að sumir fengi eitthvað meira en aðrir og það magnaða var að helmingurinn sagði já við því, þannig að það hljómar eins og skipulagsmálin séu eiginlega bara gerð spilt og það sem að verra var að fólki sem vann inn í stjórnsýslunni, þeir sem unnu inn í stofnunum sjálfum, að þar var hlutfallið miklu hærra þannig að kjörni fulltrúar verða minna var við spillinguna, kannski vegna þess að spillingin kemur í gegnum þá. Ég ætla að eiga samtal við hana Hlökk Theódórsdóttur hér á eftir, en áður en að því kemur að þá ætlum við að gera svolítið sérstakt að ég nefndi það á Facebook síðunni minni daginn hvort að fólk þekkti svona hópa sem að hittust á kaffihúsum eða heitum pottum eða saumaklúbbum eða hvað sem þar sem að fólk hittist og ræðir landsins gagn og nauðsynjar. Mér langar svolítið að skrá þetta svolítið hérna með að fá svona einn hóp í einu hingað og ræða landsins gagn og nauðsynjar en líka það hvaða gildi það hefur fyrir okkur í okkar daglega lífi að hittast reglulega og skiptast á skoðunum og eiga svona samfélag með fólki. Þetta svona hluti af öflugu lýðræðislegu samfélagi að þessir hópar sem eru allstaðar og þeir þekkið mörg. Ég ætla að byrja á Ólís í Grindavík þar sem að fyrir jarðhræringarnar í nóvember að þá hittust mennar, oftast kallar, það nú ekki alveg einhlít en mest kallar, hittust þar á morgnana áður fór í vinnu og ræddu landsins gagn og nauðsynjar, ræddu pólitíkina, líka stundum enska boltan og eins og fylgir oft þessu. Og ég ætla að fá svona sýnisotn úr þeim hópi til að koma hingað og breyta Rauðaborðinu í Ólís kaffi í Grindavík. Það koma hingað Sigurbjörn Dagbjartsson sem blaðamaður á Víkurfréttum, Hörður Guðbrandsson sem formaður verkalýðsfélagsins, sonur hans Einar Hannes Harðarson sem sjómaður en líka formaður sjómannafélagsins og Páll Valur Björnsson kennari. Við ætlum að ræða landsins gagn og nauðsynjar sem að gagnvart Grindvíkingum náttúrulega bara eitt mál. Það ástandið í Grindavík. Það mikill kurr í hópnum vegna seinagang stjórnvalda. Það óljóst hver á að taka ákvarðanir, hver ber ábyrgðina og svo líka mismunandi sjónarmið meðal hópsins sjálfs, meðal Grindvíkinga, sumir vilja bara fara aftur, sumir eru farnir aftur og vilja að hafist verið handa strax við að byggja bæinn, aðrir eru tregari, get ekki farið, vilja ekki fara, allt kemur í ljós í líflugu spjalli hér, við ætlum að breyta Rauðaborðinu í Ólís kaffi á Grindavík. Þetta prógrami sem í kvöld, en ég ætla að minna á, eins og ég geri alltaf, og ástæðan svo að ég alltaf að segja þessa sömu þulu, að samstöðin
þannig miðill að þetta ekki svona markaðsmiðill, við erum ekki svona beint á markaði, við erum ekki að selja auglýsingar, við erum heldur ekki með ykkur sugar daddies sem halda okkur á lífi eins og auðkýfingarnir sem halda upp í Morgunblaðinu og öðrum miðlum. Við erum heldur ekki á ríkistyrk, við fáum ekki fjölmiðlastyrk eins og aðrir miðlar, þess vegna höfum við raunverulega enga aðra leiði til þess að afla tekna til þess að geta búið til dagskrá fyrir ykkur en að biðja ykkur að gera starfsgreyndur. Og ég hvet ykkur til þess að íhuga það alvarlega, hvort að það sé þess virði að leggja 2500 krónur til samstöðurinnar á mánuði og slást í hópinn með, ég held að séu komnir hátt í 1200 manns sem hafa þegar gert afskriftir hérna og það náttúrulega breytir öllu fyrir okkur, opnar möguleika fyrir okkur að byggja upp frekari dagskrá, þróa þetta lengra. Ef ykkur fyrst eitthvað vit í samstöðunni og telja að hún hafi eitthvað gildi í íslensku samfélagi, endilega gerist áskrifundur ef þið ekki þegar búin að því. Þið sem að kjósið getur borgað meira en þessar 2500 krónur og þið sem að viljið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna fyrir 2500 krónur á mánuði getið eignast fjölmiðil í félagi með öðrum. Hugsið þetta og látið vera að því ef að þið hafið raunverulega þegar tekið ákvörðun en ekki látið vera að því kýlið á það núna. Framundan eru viðtöl kvöldsins. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, nú ætlum við að eiginlega fá hingað við rauðaborðið svona kjaftaklúbbna, það gengur ekki. Það vill svo til að víða land og þá hittist fólk og ræði landsins gagn og nauðsynjar í saumaklúbbum, í heitupottum, í kaffihúsum og á bensinstöðum og við ætlum að fá svona hópa hingað á næstunni að rauðaborðinu og fjalla annars vegar þetta fyrirbrigði sem eru þessar stofnanir í samfélaginu sem að fólk hittist og skiptist á skoðunum. En við ætlum líka bara að fá hópana til þess að skiptast á skoðunum hér við rauðaborðið, þannig að núna rauðaborðið að hálfuleyti Ólís kaffi í Grindavík. Já, það ekki. Þetta ekki heita það. Já. Hér eru komnir menn sem að hafa komið þar við, Sigurbjörn Dagbjartsson, sem blaðamaður og víkufréttum, kallaður Sibbi. Já. Hörður Guðbrandsson, formaður verkalýðsfélagsins, hann segist ekki koma mjög oft í Ólís kaffi, en hann veit alltaf hvað þið sagt þar. Já, ég frétti það yfirleitt alltaf. Já, sem segir svona hvaða stofnun þetta í samfélaginu. Já, mjög mikilvæg. Hvað var ákveðið í Ólís kaffi í morgun? Það þá, hver sagði hvað hvern? Já. Einar Hannes Harðarsson sjómaður og formaður sjómannafélagsins. Já, ég verð nú að bæta þig við að Ólís hefur gert þetta mjög rausnarlega. Já. Þeir hafa náttúrulega alltaf gefið okkur kaffið þarna. Og svo nýhægt að fengu allir í nefið íslenskt tóbak. Sem það vildi. Það var bara orðið mjög léleg þáttaka í því að fá sér í nefi, sko. Það bara tíminn að breytast. Já. Og Páll Valur Björnsson kennari. Já. Þetta aðalega kallar, ein kona kannski? Í þessu Ólís kaffi og svo bull og píp þetta, það eiginlega betra nafni yfir þetta. Já. Bull og píp. Já, ég myndi að segja 99% kallar stór. Já. Þið farið þarna reglulega? Akkurri? Já, það gerðum það. Já, kannski. Ég var í hérna Grindavík í, gærmorgun eða fyrradag? Já, gærmorgun. Og ég var svo eini.
Það var frekar fátt. Í kaffinu. Já. En hvaða gildi hefur þetta? Þetta er til út um þetta heim, sko. Við getum farið bara torg á Miðjarðarhafið og eiginlega hvað sem að það er allstað svona hópar sem að hittast það sem að fólk að... En hvað hefur þetta verið lengi við Lýði? Það var áður en að Gauti bróðir tók við það ekki. Hann opna 7:30 og þarna mæta menn bara áður en farið vinnuna, fá sér kaffisópa og rétt taka umræðan leikinn kvöldun áður eða eitthvað svo lesi eða einhver þjóðmál og svo eru menn að droppa við yfir daginn. Þannig að þetta er oft bara fjörlegar. Mjög líflegt og mjög skemmtilegt. Líflegar samræður. Já, mjög. Ég kom þarna í síðustu viku, tvisvar frekar en 3 svar. En þetta ekki rand íhald, ekki Grindavík svona íhaldsbær? Já, ég myndi halda það. Er það ekki meiri partur en Íslandi íhald, svona ramt íhald og afturhald? Ég er nú ekkert alveg sammáleikum með það, sko. Þegar ég var í bæjarpólitíkinni þá var Sjálfstæðisflokkurinn minnstur af fjórflokknum, sko. Já. En það breytti ekki því að þetta var íhald samt, sko. Já. Hvort meiri hiti í umræðinu þegar verið að tala um pólitík eða enska boltana? Í dag, klálega pólitík held ég. Já, klálega. Það er nú ansið fyrir... Það var lítið fyrir ykkur í Manchester að United að tala. Ég var ekkert að reyna að eyða þeirri umræðu. Ég get alveg tekið það við þið. Við erum að fara að verða bikarmeistarar. Já, til hamingju með það. Samfærum með það. Við búum að segja fyrir leikinn. Nákvæmlega. Það er ekki víst að ég segja það eftir leikinn. En í dag brenna held ég málefni Grindavíkur miklu meira á okkur heldur en einhver enskur fótbolti, sko. Og þið eru ekki að vera að ræða forsetakosningar eða þeir eru hittist? Já, við værum örgulega búin að gera það og við værum alltaf verið eðlilegt, sko. Ég er eiginlega búin að ákveða hverja ég ætla, Halla Tómasdóttir ég er mjög hrifinn af henni. Það kemur nú til vegna þess að maðurinn hennar er besti vinni. Grindvíkingur, hún er tengdadóttir. En já, þetta er bara finnst mér rosalega flott. En vissirðu hvað þau kynntust fyrst sáust fyrst? Hjónin, Halla Tómasdóttir og Eurovision partí, Nei, þau sást í 30-afmælinu mínu í festi þegar Björn maðurinn hennar dansaði dans á G-streng upp á borðum. Já, en hann er nokkrum árum yngri þannig að þú veist, þau byrjuðu ekki saman þá, veit ég. Nei, þá var hún einhverjum árum seinna þegar Selma söng... Myndin af honum dansað í G-streng festist í henni. Sennilega festist í henni þannig að hún búin að elska Bjössa sinn síðan. En hvað er að frétta í Grindavík? Er ekki átök einhvern veginn? Það er eiginlega allt og lítið að frétta, sko. Mér finnst við vera... Það fundur í gær með fyrirtækjaeigendum? Hann er í dag. Hann er núna. Hann byrjar núna 4:30. En sko, mér finnst við vera svolítið týnda þorpið bara. Einhvern veginn eru stjórnvöld búin að gleyma okkur alveg og það er ekkert að gerast einhvern veginn og allir vísa hver á annan. Eða ég veit ekki hvort að allir halda hinn sé að gera eitthvað en ég held að sé enginn að gera neitt. Ég verð ekki var við það, því miður. Af því það er mjög mikið þörf á því að halda áfram með þetta verkefni sem er ekkert að fara frá okkur á næstunni. Það er búið að segja okkur hinnum að það sé búið að leysa þetta? Já, það er bara alls ekki búið, það er bara langt frá því, það er mikið eftir og við þurfum einhvern veginn að halda áfram og það þýðir ekkert að taka eitthvað átak og hætta svo með að vera að fylgja þessu eftir alla leið og fullt af verkefni sem þarf að vinna núna en það virðist enginn vera að gera neitt í því miður. Eins og hvað er fullt af verkefni? Ég er bara að tala um hluti eins og við fáum engin svör stimpilgjöldin, séreignarsparnaðinn, bara styrki fyrir fólk sem er að fara að vinna inn í Grindavík, ferðastyrki, sálfræðiaðstoð, bara nefndu það. Hvenær Þórkatla borgar út uppkaupahúsin og svo framvegis. Það er bara mjög stór pakki sem að býður úrlausnar en enginn virðist vera að gera neitt í. Og ef við ætlum að byggja upp bæinn og ef við ætlum að halda atvinnustarfsemi þá er mjög mikilvægt að starffólki fái þessa ferðastyrki af því annars farið að leita önnum með og sækja vinnu annar staðar heldur en í Grindavík. Og ef við ætlum að reyna að byggja upp til að byrja með held ég þessa hafnarstarfsemi þá er mjög mikilvægt að fólkið fái bæði greiddar þessar ferðir og þá tíma sem þeir tekuði að komast í og úr vinnu, sko. En þegar þeir eru að ræða þetta og ef við ætlum að byggja upp og ef við ætlum að þetta sem er í setningunum. Heyri fólki í þetta með ólíkum hætti? Já, þetta eru ótrúlega mörg ef og þetta eru ótrúlega
málefni sem að fólk að glíma við og því miður, þú veist, erum við svona dóldi, við erum allir hérna frá Grindavík, ég veit ekki, ég held að þið séu allir að fara að nýta ykkur þetta úrræði sem hann Þórkall er að bjóða. Ég til dæmis ætla allavega að bíða fram í lengstu lög með það, allavega til áramóta og ég ætla að sjá til bara hvað ég geri, að því, ok, enga fylkingar eins og leys, þetta eru kannski 2 hópar, við erum allir Grindvíkingar, en einn hópur Grindvíkinga vill bara flytja heim, ég fluttur heim nú þegar og viljum bara hefja uppbyggingu strax. Svo eru aðrir sem einfallega treysta sér ekki í það og nota bene, ég virði skoðun allra í því. Það getur vel verið að Einar Hannes vilji flytja heim en hann og konu kannski sem vill það ekki. Þetta er víða svona. Ég var að tala hann bara í dag, hann var í fluttin en konan hans bara þorið ekki. Og ég virði þá skoðun algjörlega. Þannig að þetta eru doldið svona 2 hópar sem eru doldið að ekkert að kljást og alls ekki þannig en þú veist og ég veit að ég og þá mitt lið eða talað þetta sem lið. Ég hef aldrei heyrt neitt setja út á Grindvíking sem er ekki að fara að flytja strax. En við þurfum doldið að vera skiptast á skoðunum og þú myndi vilja að fleiri væru að taka þína afstöðu vegna þess að ef það eru fleiri sem að vilja selja og fara, þá eru bara minni líkur á því að það verði árangur af því sem þú vilt. Já, algjörlega. En ég ætla bara að klára. Við höfum stundum þurft að doldið að glíma við að fólk doldið að hafa einhvern veginn vitt fyrir okkur. Þetta er ekki öruggt, hvað er það að spája að fara þangað? Þannig má ég ekki bara taka ákvörðun það. Ef að ég treysti mér til þess að vera þarna, þá kemur það eiginlega engum öðru við að mínu mati. Skilur mig. Þannig að það hefur doldið svona debate og það sem að brennur er heitast á mér og mér svona fjallist doldið hendur við bókun bæjarstjórnarinnar okkar sem er algjörlega klofin í bara herða niður, myndi ég segja. Það eru 2 kallmenn af 7 manna bæjarstjórn sem að koma með bókun sem að fjalla hann ekki bara það að bara byrja framkvæmdir, byrja á því að gera bæinn öruggan og reyna að laga skólahúsnæðið og stefna á að hefja skólahald næstu haust. Og þú veist, þeir eru ekki eins og saman í flokki. Þú veist, en 5 konur sem að voru á móti því. Og þú veist, og þarna eru klofningur á milli flokka, þannig að þú veist, ef þetta væri ríkisstjórn þá væri hún kvellsprungin í mínum huga, sko. Já, það er eins og það er sér rétt hjá þú sér nú bara hvernig ríkisstjórnin hefur verið hér á Íslandi undanfarin ár, þannig að hún er nú bara út og suður og allavega og þetta hangi saman þóttur sprungin. Já, löngu sprungin og en hangi samt saman, sko. En ég tek alveg undir með Sibba, mér langar til að taka undir með honum það að ef að fólk vil búa í Grindavík eins og staðan er núna. Hver er þetta að banna það? Já, hver er þetta að banna það? Ég meina, ég var alveg þannig fyrst, sko. Ég hef nú komið í viðtal áður og þar sem ég sagði bara ætti að loka bænum. Bara hleyp mig einhverjum inn, þannig að verða bara einhver viðbragðsaðilar til að fylgjast með því sem er að gerast þarna næsta mánuðina, þá er þessi atburður liðinn, hann er sko ekki liðinn. Og það er nefnilega stóra málið. Og ég get alveg tekið undir með Sigurbjörni með það, ef að fólk vil búa þarna, ok, búið þarna bara. Allt í lagi, en sko allir aðilar sem að koma að þessu máli, sem að almannavarnir, ríkislögreglustjóri, vísindasamfélag, hvað sem er, þeir eru ekki fara að búa þarna með börn á næstunni það. Á meðan að eins og staðan er núna hann í Grindavík, það sem allt er á hreyfingu, það er eldgos í bakgarðinum og það er að landris í Svartsengi sem að þeir eru fannir að spá að fara að gjósa bara innan tíðar, sko, og við höfum tekið eftir því hvernig það hefur verið undanfarið að það er ekki fyrirvari. Þetta eru bara eitthvað 10 mínútur og þá bara allir komið gos. Þú veist, menn verða bara að velta þessu fyrir sér og ef að fólk vil búa við þá óvissu, þá er mér alveg sama þannig sé, sko. Ég ætla ekki að gera það, ég er ekki tilbúin til þess og ég elski Grindavík út af lífinu, sko. Og ég hef búin að var heima í Grindavík på hvern einasta dag í síðustu viku með nemendum mínur í skólan og þá fór ég heim til mínum á hverju degi og maður bara leið kvalir af heimþrá í rauninni, sko. En reyndar þessi varnargarður sló aðeins á heimþrána því að hann er að koma hann að vestu fyrir bæinn og mun sennilega bara loka bænum, sko, sem er já. Hvernig lokunum, mennarðu að... Já, það er bara komin, ég bý vestast í bænum, þar sem ég er bara með útsýni yfir allt Atlantshafið og Játgerastaði og síðan út á Reykjanesi, sé alveg út á Reykinn og Reykjanesi, hafum bara hverfa, skilur við? Þannig, það er ekki allt kosið. Það er ekki allt kosið, skilur við, en þetta er ótrúleg breyting sem er átt sér stað í Grindavík og ég á mjög erfitt með að sætta mig við það að fólk segi það þegar maður nefnir það að keyra í gegnum Grindavík er ekkit rosalega upplífgandi tilfinning, sko, að þá vill að meina það að maður sé að tala bæinn niður. Ég meina,
Sigurbjörn segir það að þetta nú samt svona sko, að það verið að segja að fólk sé að jarðsyngja bæinn, það sé verið að drepa bæinn og alltaf fram til göttunum ef þú opnar þig á einhvern annan hátt heldur en það sem þetta fólk að segja, skilur við. Og það að segja að það virði skoðanir okkar og svona, það bara gera það ekki, stór hluti gera það ekki. Reyndar held ég að það sé ekki margir sem eru tilbúin að flytja heim í haust með börnin sín til að fara í skóla. Ég held ekki því miður sko. Ef ég má kannski aðeins svara því Palli, og núna tók ég viðtal við hann Magnús Tuma, jarðeðlisfræðing, og þetta eru náttúrulega allt fræðingar og ég allavega ber mikið traust til hans. Og ég til dæmis spurði hann bara, Palli, og bara þér að segja, ég spurði hann daginn, hefur þú trú á því að það verði einhverjar frekari sprungumyndanir í Grindavík hér eftir? Hann bara, nei, ég hef ekki trú að það verði frekari sprungumyndanir, en það verður áfram einhver hreyfing á jörðinni. Og þarna var tveimur sigtölur sem að þegar eru komnir. Já, eða bara hreyfing, það kannski ekki alveg að lýsa því. Þarna var dálítil umræð að kom hérna að við þyrftum 100 milljóna til þess að laga sprungunar. Og hann sagði, þú veist, í mínum huga væri það eiginlega bara að kasta pening út í hafið, þú veist, laga einhverju sprungu og svo verður hreyfing og svo vikir farin. Það er bara fluff. Já, skilur við. En hann, og þetta er ótrúlega klár maður að mínu mati, hann sagði, það er alveg hægt að laga, það er hægt að gera bæinn öruggan, bara með því að setja ristar yfir, girða í kring, svona væri hægt að gera bæinn öruggan, vill ég meina. Og það hefur aldrei verið eldgos í Grindavík, það gaus hann einhverjum 100 metrum frá hann í byrjun janúar, þá hraunið flættin, það hlýtur að vera munur á því hvort það gjósi bara undir manni eða hraunið. 100 metrar er lítil fjallag. Já, en það gaus allavega ekki í Grindavík, ég bara segja það. Það hefur aldrei verið eldgos í Grindavík og hann hefur ekki trú á því að muni gjósa nær Grindavík úr þessu komið er. Og hann telur mesta líkur á þetta verði þarna sem þetta er núna eða færi sig yfir þessi eldvörp og allt. En þannig ég fór aðeins að koma inn á þetta líka. Það er bara eins og með mig að því að Sibbit annars að ég veit ekkert hvort að eina vilja fara heim og konans ekki eða öfugt eða skilur. Síðan eru bara margir að því ég hlustaði nefnilega mitt á allt þetta viðtal sem þú tókst við Magnús Tuma. Þar sagði Magnús Tumi, það er alveg óhætt að vera í Grindavík. Hann sagði þessu viðtali við þig. Já. En þú skalt alltaf vera tilbúin til þess að flýja bæinn á hálftíma klukkutíma. Ég er sjómaður og er hálft árið frá fjölskyldunum mínu. Kona mín vinnur ekki í Grindavík. Það er ekki séns fyrir okkur að vera heima. Alveg saman hvort okkur langar það eða vilja það. Þú veist, við börn, við skiljum þau ekki eftir ein heima að kemur að rýmingu og við bæði í vinnu annar staðar. Það er mjög mörg svona dæmi líka. Svona er þetta bara misjöld staðafólks. En ég vil bara meina það. Hvernig ertu í Grindavík að þú þarft að vera tilbúin að fara með hálftíma fyrir það? Ertu bara tilbúin með töskur eða undir þér? Ég held að eina reglan hafa síman ekki á silent á nóttinni. Þú veist, og þessar rýmingar hinga til og þetta bara eru almannavarnir og allir að læra betur á þetta. Þú veist, þegar sumir vildu meina það, þessir hörðustu, að það hefði verið hægt að hafa atvinnustarfsemi strax daginn eftir að þetta eldgos og komið inn í bæinn. Það hefði alveg verið hægt að vinna inn í Grindavík. Það var engin hætta. En þarna var bærin sem rýmdur í 2-3 viku. Það voru held ég og ég held að við séum öll orðin sammála það, almannavarnir og þau eru að læra þetta. Verkalýðsfélögin, fyrirtækin, að við okkur var haldið allt og lengi frá bænum og í raun og vera á örugasta tíma. Við höfum allan að tala fyrir því. En stöft eftir gos er besti tími. Já. Og við held að við séum öll orðin saman það. Þetta er bara eitthvað sem við lærum saman. Sko. Það held ég að sé engin spurning. Þannig ég vil bara einfallega trúa því að mjög margir Grindvíkingar og foreldrana og ég var til þess bara dóttir og ég var 2 afadrengi og ég bara spurði hana bara aðeins í gær, hún var dálítið sigruð bara eftir þessa fréttir með að verði ekki SAP-skólar og verði ekkert skóla þetta Grindavík og ég er svona bara þú veist, það er verið að reyna og þú veist. Svo líka verið að bíða til næsta gósi. Það verður bara það verður bara fyrir utan varnargarðana. Veistu það? Já, þú veist, alltaf Magnús Tumi hefur ekki trúað að verði gos. Ég meina Benedikt Ófeigur hafði ekki trúað þér í gos í Eldfjalli hérna á næstunni þegar hann byrjaði bara að gjósa fyrir aftan hann í viðtali. Já, en þú veist, þú mátt hafa þínu skoðun, Palli. Ég er að segja það sem við höfum lært í þessu, það sem mér finnst við hafa lært mest í þessu, ferðlöfnu saman, að auðvitað er þetta alltaf að verða nákvæmara en þeir bara geta ekkert sagt til það hvað næsta eldgos kemur upp og þeir geta engan veginn sagt til það hvað næstu jarðskjálftar verða og sprungumyndanir. Mér finnst það mjög óábyrgt að Magnús Tuma segja það. Ég held að vera ekki fleiri sprungumyndanir
göngumindanir í Grindavík. Ég meina ef það kemur aftur svona aftur 10. Nóvember eins og gerðist og það getur vel gerst, þeir hafa sagt það veist hvað gerist þá. Hann ekki að fullera þetta en hann hefur ekki trúið og svo tekur þú bara ákvörðun og mér finnst ég ekki í kaffi á mannana í Ólís. Þið með fundastjóra eða eitthvað? Nei. Þannig að hörður bara verður að ef þú vilt fá orðið þá verður bara að taka það. Að frekjast, ég veit það en það bara ekki mikið ég sko, ég svo lítið frekur en en ákveðin? Mér langar, og langrakinn en mér langar að koma inn á þetta, af því ég búin að funda með fullt af þessum fræðingum, jarðfræðingum og Veðurstofan og þess að þeir segja, sko við getum ekki útilokað að það gjósi inn í Grindavík. Það getur gerst, það ekki mikla líkur á því, en það getur gerst og það getur gerst með engum fyrirvara. Þannig að það horfi ég á og finnst bara of hættulegt til að búa sérstaklega með börn. En þeir sem vilja taka áhættuna af því sjálfur, þá gera þeir bara það. Akkurat, mér finnst þetta snúast val. En þú getur ekki, sko, þetta snýst líka það að setja þrýsting á einhvern, að koma heim og fara að vinna þarna og svo framvegis, skilurðu. Þannig að þú þarft að passa það sem já, ég þarf að passa upp á það nefnilega. Ég ekki neittu til þess að vinna þar gegn betri vitund af því annars missi ég bara tekjuna mínar. Já. En hefur það verið? Það hefur alveg verið gegnum tíðina, já, og það mikil valda ójafnvægi hvort þú ert eigandi fyrirtæki eða starfsmaður á gólfinu, skilurðu. Þannig að það ekki saman sömu að jafna, þannig að maður þarf að passa mjög upp á þetta. Þú meinar að ef ég segi, þú mætir svo bara morgun og þá segir þú já vegna þess að þú verður að fá launatekkan, þótt þú hefði viljað gjarnan segja nei. Það bara oftar. Og ég meina við vorum bara fyrst eftir þessa atburði í því dag eftir dag að leiðrétta það, fólk sem þorði ekki heim til Grindavíkur, það var reki og vinnu, það var síðan afturkallað eftir samtal við okkur. Þannig að það þetta, og þetta bara ákveðin kúnar aðferð. Já, svolítið. Og við þurftum að standa og berjast með fólkin okkar til þess að það héldi vinnunni, margir hverjir. En þetta þá það sem hver og einn þarf að hugsa, hverjir eru líkurnar að það gjósi inn í Grindavík? Það eru 0,01%. En ef það gerist þá það 100% skaði fyrir mig og fjölskyldu mína. Og ég meina hver líkurnar á því maður farist í flugslissi eða í umferðinni eða skíðastökki eða köfun í silfru þannig að fólk bara að taka svona ákvörðun hvað allra að búa. Það meina við kannski teljum okkur vera bara 100% örugg og nú Magnús Tumi aftur á þessum fundi atvinnurekanda, varst þú ekki á honum hörður? Já. Þá talaði hann bara þetta, þú veist, líkurnar á þessu og hann bara taldi ekki mikla líkur á því, það myndi gjósa innan Grindavíkur en hann býr ekki bara loftsteinn skilur, þú veist, það allt í henni gæti bara skilur pompa okkur loftsteinn, það ekki mikla líkur á því þannig við verðum kannski dálítið bara að spila á líkurnar og ég veit fyrir mig, ég ætla mig bara ég bara einfaldlega hef ekki trú á því að muni gjósa innan þessara varnargarða og ég bara tilbúin að lifa með því og eins og ég segi ef að mín elskulega bæjarstjórn myndi dóldi, ég myndi vilja sjá meiri kraft mér finnst að þetta bara vera hlutverk bæjarstjórnar að reyna að byggja bæinn upp og það alltaf bara einhvern veginn bæjarstjórinn saði nú bara í Silfrinu núna í gærkvöldi að Grindavík var ekki byggilugu staður í dag. Mér fannst það svolítið slegin eitthvað í þessu. Hann bara búinn á því kallið indist og hann búinn að standa sér frábæla. Og þetta ekkert smáis verkefni sem að hann og bæjarstjórnin hafa haft og þú veist, þetta eru ótrúlega tímar og ég held að þau séu bara dálítið búinn á því. Það vantar finnst mér bara áttu hug, bara stefna áfram. Já, en svo erum við nú búin að funda nú mikið með ráðum þjóðanar. Það nú sagt að ef við ætlum að fara í varalegar viðgerðir á sprungumyndunni í Grindavík viðgerðin búin að skjóta á það svona til þess að byrja með þyrfti að setja 10-15 milljarða í það þarf að taka ákvörðun það hver á að borga það bærinn hefur ekki bólmagn í að borga það þannig að nei, ég meina varalegar viðgerðir væri ekki vitulega finnst mér að því að það hreyfing áfram ég vil frekar alltaf Magnús Tuma bara gera einhverja bráðabirðar viðgerðir á sig, setja ristar yfir og já, þá heldur ég að segja náttúrulega réttast að fara að skoða það hvað það kostar til þess að byrja með. Það er örugglega, það hlýtur að vera mun minna heldur en hitt myndi ég halda sko. En hann sagði að Vegagerðin væri einn ráðherra sem voru síðast, já, hann sagði að þeir voru búin að ásamt Vegagerðin að kanna svona
hvað þessar sprungumyndunar myndi kosta, væru 10-15 milljarðar til þess að byrja með. Og þeir þá að tala að fylla upp í sprungumyndunar? Er einhver að tala Já, það laga sko. Ég held að það þurfa að taka þær allar svona niður eða ekki rétt. Fleiga þær niður. Svo fyrir stórt grjót og svo sendur niður. Þetta séu 10 milljarðar. 10-15 milljarðar. Þetta er ekki smá framkvæmd, sko. Það hlýtur að vera borgað ríkissjóði. Bæjarsjóður hlýtur að fara að tapa, sko. Mér þótt aðeins að ríkið. Já, ríkissjóður setur bara skatt á fólk. Hvert útsvarið ykkar, þeir sem að búið ekki í Grindavík? Fer það til Grindavíkur eða það? Grindavíkur. Þannig þeir eru með eitthvað svona aðsetturstöðu. Já, við erum bara búið. En er það ekki þá Vogar og Reykjanes bæir bráðum að vera þreyttur á Grindvíkingunum sem koma að nota alls konar þjónustu og borga ekkert útsvar? Vogarnir orðnir þreyttir. Það hefur heistoltið frá Vogum, sko. 10% nefndi í skólanum. Tekur svolítið ekki hjá þeim auðvitað. Tekur í þeim. Það verður að fá þetta fólk inn, sko. Hvað heldur að vera lausnum á þessu? Það náttúrulega breytist allt ef að útsvarið fer ekki til Grindavíkur. Men þetta kannski kalt, en mér finnst þetta bara að vera rosalega einfalt og ég er sammála þessar ákvörðun bæjarstjórnar að hætta með þessa safnskóla. Þú veist, það fólk sem ætlar að flytja, það hlýtur bara einfallega að þurfa að flytja sitt lögheimili og börnin fari í skóla og þá leikskóla þar. Ég veit ekki hvernig þetta á að geta gengið upp öðruvísi. Þú veist, ef þeir eru að flytja í og hvað ætli bara áfram að borga útsvarið í Grindavík en börnin samt í skólan, þú veist. Ég ætla að borga áfram útsvarið í Grindavík en kona mín í Kópavogi. Já, það er þetta að skipta einhvern svona, já, ok. Eins og svona leiðir færar. Það er reyndar ein frétt í þessu sem er dálítið merkileg, sko, að það fækkaði 200 manns einhvern áramótin frá 10. nóvember. Já, svo fjölgaði ekki. En það fjölgaði á móti 85 sem voru þá Grindvíkingar sem fóru að borga heim, skráðu sig í Grindavík, þú veist eins og skipstjóri sem bjó á Spáni, eða býr á Spáni, að hann allt einu fór að skrála heimili sitt í Grindavík til að útsvari færi þanga til þess að hjálpa til við það sem var að gerast, skilur. Og þetta er nú svona nokkuð stór frétt, myndi ég segja, sko. Þannig það er ekkert allir að fara frá Grindavík, þú veist það er líka einhverju að horfa til þess að bærin geti haft tekjur. Þá er hjartafólksins er grafið í Grindavík þótt að búið á Spáni. Og það er nefnilega, lögin eru þannig, sko, að hjón þurfa ekki að vera með lögheimili á sama stað. Lengur. Og þú mátti í raun og veru vera með lögheimili hvar sem er. Því fyrir svona 2-3 ára þá kom fréttina hjá RÚV það væri 3 með skráðu lögheimili í stjórnarráðinu. Simundur dag með sitt lögheimili á Hrafnabjörgum 3 og Eyðibýli í Fljótdal. Svo var einbýlishús upp í Berg frekar en Hólum held ég sem að voru ekki 83 innflytjendur sem að bjuggu þar með lögheimili. Herðu, en eitt er að tala að við erum búin að tala ráðamenn og menn eru að skoða og það hljómar alltaf eins og að sé engin svona sérstök plön í gangi. Það veit ekki hvað kostar að laga þetta. Nei, ég veit ekki hver eftir þetta ákvörðun, hver eftir að borga. Er þetta ekki svolítið svona rátt allt saman? Jú, við höfum nú sagt meira segja hjá þér áður held ég einhverjir við þetta borða það vantar algjörlega einhvern samræmgastjóra eða verkefnistjóra yfir þetta verkefni. Af því að þetta er á mjög mörgum stöðum, þetta er mörgum ráðuneytum, svo bæjarstjórnin og alls konar. En það er enginn sem heldur utanum þetta verkefni og svo eins og núna hefur maður á tilfinninguna að halda allir að einhver annar sé að gera þetta. Það er að íta ábyrgðin yfir næsta. Það er svona mannlegt. Það hlýtur að vera Jón í næsta ráðuneyti sem er að sjá þetta. Sko. En hann er ekkert endilega gá að því held ég. Sko. Og svo gerist ekki neitt. Og náttúrulega fyrr en kannski menn fara orðnir mjög pirraðar og fara að mótmæla eins og með Þórkötlu. Þá allt í henni er hægt að spýti í og fara afgreiða einhverju 119 sko. Ég man eftir því ég kom í þáttjöðin fyrir löngu síðan eða fljótlega eftir þetta gerist þá sagðist ég ekki skilja það í svona samfélagi eins og Ísland sem er eitt af ríkustu löndum í heimi að þegar við erum ekki þetta er ekkit fyrstu náttúruhamfæri sem Íslingar að lenda í sko, við erum að lenda í snjóflóðum og mannskæðum snjóflóðum og aðþarfum göttunum. Hversni í ósköpunum er ekki til á Íslandi náttúruhamfæra sjóður sem eru í bara dálítið hressilegur peningur sko. Við sjáum hvernig er í Noregi, hvernig olíusjóður þar er. Akkur er þetta ekki til á Íslandi sem er svona ríkt land og akkur er ekki bara leið og svona hamfarir gerast, akkur er ekki bara náttúruhamfara teimi bara kallað út
þar sem að menn taka bara yfir stjórnina við aðstæður, vissulega með heimamennum líka, því það verða að vera heimamenn við stjórn líka og við erum með fullt af frábæru fólki þarna eins og Otta Sigmannsinni og þeim í björgunarsveitinni. Við erum með Hjálmar Hallgrímsson meðal annars sem er formaður bæjarráðs og hefur verið lögreglumaður á Suðurnesjum í 40 ár og þekki hverja þó og hvert stein þarna og ég menn, okkur er þetta ekki gert? Veistu, ég verð að segja alveg svo að mér finnst bara, allt sem að við kemur að þessum málum vera okkur til háborinnar skammar og alveg eins og þeir eru að nefna hérna, það er ekkert gert. Það var sagt á þessum íbúafundi Grindvíkinga að vera gripnir og þá að grípa Grindavík og þá enginn að fara óbættu frá garði og svo maður að hlusta hér á fréttir og annað, það er eldri borgarar sem að húka einhverjum inn í herbergjum og 70 manns á vergangi og hinnir bara þessi 3800, við vorum bara látin rýma og bara bjargið ykkur. Og það fór allir inn á skildmenni og inn í, þetta er náttúrulega búið að vera algjört kaos. Það fyrir að nálgast ekki að verða hálft ár síðan að bærið var í. Já, ég hitti mann í morgun sem að vann við það þegar Vestmannaeyja gosi var að reisa einbýlishúsin eða einingahúsin á sínum tíma. Þetta var bara gert á núleitni. 5 mánuðum seinna voru konum fyrir 500 hús. Og það var ekkert verið að pæla í þessu núna. Að byggja einingahús til þess að mæta þó það er sumir gáttu bjarga sig skilur ég gætt bjarga mig, ég var heppinn, ég fekk. Já, en við komum þessar hugmyndir til ráðherrana 13. nóvember komum við með það að byggja einhvers konar Grindavíkurbyggð einhvers staðar í Vogum eða Reykjanesbæ hvað vorum við með? Jú, Ásbrú og Úlfarsárdal og fleiri stöðum og en það er ekki alveg rétt að það hefði ekkert verið pælt í það er algjörlega búið að vera pæl í því síðan en ekkert meira gerst það hefur ekkert gerst það er það sem ég er að segja, það hefur ekkert gerst og þessi maður sagði mér, ég var 22 ára gamall og þá fór ég smiður við þekkið hann, Arnar í Sparra að hann sagði, við vorum bara að vinnum hér bara kvöld og helgar við að byggja og reisa þessi hús, það er 33 hús í Grindavík, ég bý í einu af því og þetta var bara reist út allt og sko eftir 9 mánuði voru held ég komin 500-600 hús en hér hefur ekki verið 1 hús gert í þessu. Það vola skrítið að ég ekki búið að gera neitt svona sko. Og Ragnar Þór Ingólfsson sem er varaformaður Bjargs og formaður VFR, hann var með okkur í þessu vinnu. Hann talaði við Eski einingahús á Selfossi, þeir svo skilta unnið þetta mjög hratt, þannig að það hefði verið innleidd framleiðsla og þeir bara ef við varum með svæðið, þá var það ekkert mál fyrir þá að gera þetta, hvað sögðu það, 9 mánuðir þá getur verið komið nokkra 20 húsa eða 100 húsa. Sko. Nokkra 100 húsa. Svo kom líka frá Norðurlöndunum. Já. Sem þar sem þeir gáðu í skina þeir gæti alveg komið inn og flutt inn hús frá einingahús frá þar sko. Eitthvað tilbúð sem að bærin er eitthvað að vinna með ég þekki ekki það málum en akkur er þetta ekki gert? En Ragnar Þór bauð fram Bjarg sem aðila til að halda utan þetta verkefni en það hefur ekki verið þegið. En akkur er þetta ekki gert? Það er stórstu spurt. Já. Og síðan er náttúrulega mjög skrítið á þessari upplýsingaöld með öllum þessum samfélagsmiðlum og öllu þessu þá finnst mér mjög mikið í gegnum allan atburðin hafa skort upplýsingar til okkar Grindvíkinga. Það er náttúrulega alveg sér á báti sko. Mér finnst það bara búið að vera alveg hryllilega lélegt sko. Það eru engar sko í rauninni, bara engar og það er ótrúlega skrítið til dæmis að bæjaryfirvöld nú ætlum ég ekki að vera gagnrýnda fólk en þetta nákvæmlega hefur farið í gegnum sama og við og ég er ekkert alveg sammála því kannski að bæjarstjórnin sé svona klossprungin, þetta er bara fólk í vanda og það er að fara eftir leiðbeiningum annar staðar frá eins og með það að vera ekki með skólahald og annað vegna þess að þau telja Grindavík sé bara ekkit örugg og það er að taka þessar ákvæður fyrir utan 2 menn sem eru á öndunum meiði og það er kannski bara allt í lagi, þeir mega alveg hafa þá skoðun en upplýsingagjöfin er engin, hún er bara akkurat engin, hvorki frá ríkisvaldinu neða bæjaryfirvöldum. Til dæmis er búið að vinna mjög stóra skýrslu SAP-skólana sem Ásmundur Einar lét að gera og þar kemur fram að SAP-skólanum koma mjög illa út. Þetta höfum við bara ekki fengið að sjá. Og líka í þessari ákvörðun sem var tekin með að vera ekki með skólahald eða þessa SAP-skóla ákvörðun var ekki látið fylgja með en samt mun bærin sjá til þess að börn komist til skóla og í Sandgerði eða hvað það verður. Það verður bara rúta sem að sækir börnin. Fyrir það börn sem eru þá inn í Grindavík. Já, fólk sem ætlar að flytja og ákveður var þetta ekki látið koma fram. Það skiptir dálítið miklu máli.
þú veist að börnin komist á skóla, ok, þá getur ákveðið að flytja inn í bæinn. En ef þú átt barn á leikskóla, það dálítið flóknara, held ég sko. En, þú veist, enn og aftur, að ég náði ekki að koma því aðan, ég sem spurði mína dóttur í gær þetta, og hún sagði bara, ef að málin yrðu gerð þannig, ef að ríkið eða bæjaryfirvöld eitthvað myndi bara taka ákvörðun að gera bæinn öruggan og stefna að hefja skólahald, ef bæinn orðinn öruggur og skólahald myndi hefjast, hvað myndi þú þá gera? Hún bara, þá ég bara flutt heim. Og ég myndi vilja sjá bara krafti að bjóða upp á þannan möguleika. Þá þarf það að gera bæinn örugga fyrst. Já, að sjálfsögðu. Það hægt að laga þessar sprungur til hana bráðbera. Setja ristar yfir, gera það í kring. Það alveg hægt að gera bæinn örugga. Þú svo ákafur að fara, þannig ef ekki að spyrja þá sem það kannski síður, hvað þyrfti að gera til þess að bæri var öruggu til þess að þið myndu vilja fara tilbaka? Mér finnst algjörlega vanta, nú kemur bæjarstjórnin með þessa tilkynningu að það verður ekki skólahald í Grindavík næsta haust og það bara ákvörðun sem tekin í bæjarstjórn. En ef að hlutinni breytast og þegar þeir breytast og þessi atburður hættir, það hættir hreyfingin undir Grindavík, það hættir eldgosi hérna í Sundhnúkum og það hættir landris, þá bara breytum við kúrs og förum á fulla ferðin í Grindavík aftur. Mér finnst þeir bara, það vantar að þið segi það. Og hérna það þarf eitthvað að segja það já, mér finnst það bara að þurfa að segja það en leið og atburðin úr sögunni. Hvenær atburðin úr sögunni? Já, það bara hefur ekki hugmyndum, það getur verið eftir 10 á 15 bara aðeins fyrir vestan ykkur og það muni valda jarðhræringum og jarðskjálftum inn í sprungunum hjá ykkur menn þetta verður langklöp og aftur Magnús Tumi þetta verður langklöp. Ég var nú að fá Magnús Tumi, ég veit þú verður bara að gera það þú er búin að endur sig heilt viðtal en hann til nú komið þetta þetta verður langklöp en hann hefur aftur ekki trú á því að vera eldgos innan þessarna varnargarða þannig að við getum alveg lært að lifa með þessu og eins og hann sagði honum finnst ekki make a sense þótt hann hefur ekki notað það eitthvað betra að eyða milljörðum í einhverja varnargarða og á svo ekkert að styðja uppbyggingu í bænum bara 1 og 3. Hvað er það að verja? Til hvers hvað er verið að verja ef á ekki bara hefja uppbygging? En ég hef nú heyrti Magnúsi Tuma líka, ég heyri þetta bara ekki alveg eins og þú sko. Þannig að maður heyri kannski mismunandi eftir það sem maður vill. Svolítið þannig. Sko, ég heyri það að hann segi að bærin er alls ekki öruggur. Eins og saki standana. Og þessi atburður er alls ekki búinn. Og ég myndi aldrei flytja þarna með börn. Þannig að það er það sem ég heyri hann segja. Ég heyri hann segja þetta líka. Já, þú veist, það er hans valstrákar. Hann fullan rétt á að velja það. En fyrir þá sem eru tilbúin og ég veit að það eru bara börn eru inn í Grindavík núna. Það er bara kona sem ég veit sem að bara, hún er bara flutt með börnin sín og þau eru bara alveg örugg. Og hún algjörlega treysti þeim fullkomna. Á hverju ekki bjóða upp á valið? Einhverjir munu hafi ekki allir þetta val? Nei, ekki meðan bærin er bara sofnaður. Það er eins og sé bara búið að slökkva ljós. Já, en það hafa allir val að fara heim með börnin sinni eða þeir vilja það. Já, getur það ekkert að það er ekki skóli eða leikskóli. Nei, en síðan er líka annað sko. Það er búið að jarðvegskanna bæinn og bara þar sem ég bý. Já. Ég held að það verði ekki byggilegt. Hvert á ég að fara? Ykkar hverfi er mjög illa að fara, ég veit. Hvert á ég að fara? Með börnin mín. Já, ég bara spyrja á móti. Svona eru misjafnar stöður allra. Þannig að það hentar ykkur ekki. En ég er alveg sannfærður um það að ef þið setja kraftur í þetta, bara gefðu þetta bærin verður öruggur og þá muni ykkur nýta sér. Þú veist, það er bara... En þú vilt það sem flesti komi. Hann getur ekki farið verið þessu hverfi þessu ágætt. Viltu að verði byggt nýtt hverfi í hvað? Ég er náttúrulega ekki með... Ég hef ekki hundsvit á þessu. Og ég veit að hans hverfi, Hópskverfið er mjög illa farið og sennilega bara verður ekkert búið þar. Ég veit það ekki, það er mjög illa farið. Næsta gata við þig, Víkurbraut, er náttúrulega bara í heimilum. Ég bý 50-100 metra frá stóru sprungunni sem liggur í gegnum bæinn. Það er ekkert að mínu húsi. Ég myndi alveg sætta mér þetta eðlilegt að þitt hverfi, Hópskverfið, er þið bara girt algjörlega af. En nú ertu að lesa það til þess á Facebook að menn er að segja það í morgun, mér skoðstu 2, að húsin þeirra eru bara á hreyfingu. Og bara grunninir eru bara þrýstast inn og einn kom heim til sín í gær eða fyrrata og þá kom sprunga í gegnum baðherbergisvegginn sem hann hefði aldrei séð áður og einn fyrir utan hjá einum á Túngötunni, þinni götu, er bara hola sem stækkar dag frá degi og ég meina, veist... Ég heyrði einhvers staðar að 70% húsa í Grindavík séu bara í lagi.
70% húsa. Það ekki dóltið? Ég meina húsi mitt í Eyjafirði alveg toppstandi. Ég get ekki fundið neitt að ég er búin að grandskoða það og það ekkit að ég nema það er komið 1,5 metra neðar. Það er komið 1,5 metra neðar og ef það verður aftur svona skjálfti að fyrir neðar þá fyrir bara sjórinn að koma yfir flæða bara inn í vegna þess að litla tjörnin sem fyrir neðan hjá mér, Játgerðsstaðatjörnin, hún bara með vatn, skilurðu. Hún er miklu stærri og þið sáum daginn fyrir viku síðan þegar var dauða logn í Grindavíkurhöfn það flóði alveg upp í Vísi. Það var háflóð og það flóði alveg upp að Vísi. Ef það hefði verið áhlagandi 15-20 metrar á sekundu suðvestan hana, hvernig heldur ástand það hefði verið í bænum? Þetta er orðið hættu ástand. Já, það er bara orðið, þið sáu það bara fyrir 2 árum síðan. Þegar flóði svona, þá bara óveður í stórstreymi að þá verður hættu ástand. Og lágur þá er bara sjór fara alveg upp undir slökkvistöðu að lengra sko. Það er alveg reyn. Það er landsík á höfðinni. Já, þetta og þið munið hvernig það var hjá Vísi, það var 20 miljóna tjón hérna þegar flóði bara fyrir 2 árum síðan. Og svo er spurning sko með eins og lautina, er hún ekki komin undir sjávarmál? Jú, hún er komin undir sjávarmál. Hún er það. Þú veist, það er rosa mikið sem á eftir að ákveða og á eftir að taka umræðum að mér finnst sko. Meðist þetta vinnast, ég er alveg sammálaður í því seppi, meðist þetta gera svolítið á hraða sníilsis. Já. Bara allt. En hvað er verið að ræða þetta? Nú ekki Ólís alltaf. Facebook. Það er Facebook. Það er ekki góður staður að tala saman. Nei, alls ekki. Og bara vestur fyrir þá sem í svona andlega illa þekkjandi sko, því að þeir grafa sig bara dýpri og dýpri hólu, einangra sig og liggja á Facebook og lesa bara neikvæðustu fréttirnar og þeir eru bara alltaf að lenda í dýpri og dýpri hólu og bara verri málum og það er bara orðið hópur af fólki þar. Og eins og við búin að fara að hitta margar ráðherra og óskipti stuðning að verkalýsfélögin fengi 3 mánaða stuðning fyrir sálfræðing að því að við vorum að gagnrýna það að væri sálfræði þjónustan væri öll í tollhúsinu að því að fólk sem þarf á sálfræðinga að halda það fer ekki fyrir opnum tjöldum og segir er einhver sálfræðingur hér sko. Þeir þurfa að fá þetta á stað þar sem að þeir koma bara einir og fara einir sko, ekki fyrir opnum tjöldum. Það er bara mjög mikil skilningur á þessu. En það er engin ákvörðun tekin. Engin. Þeir eru á skilning á þessu saman sko. Já, en það er engin ákvörðun tekin. Það er svona ákveður ruddaskapur að þegar ég heyri hvað þú segir og ger ekki neitt sko. Málið er það nefnilega og við höfum nefnilega bent að það líka á þessum fundum. Að nei er líka svar. Já, nákvæmlega. Okkur vantar það var neið sko, líka. Annarkvort, já eða nei, þú veist, þá getum við bara að hætta að hugsa það og fara að hugsa eitthvað annað sko. Okay. En við fáum ekki eins og þetta nei sko. Og kannski einn punktur sem við veist alltaf lýsandi dæmi bara hugafar, bara bæjarstjórnarinnar og bara bæjarstarfsmanna yfir höfuð. Hvernig stendur á því að þau eru ekki bara fann að vinna aftur í Grindavík? Bæjarstjórnin, af hverju fundar hún ekki alltaf í Grindavík? Men Grindvíkingar mjög margir keyra til Reykjavíkur til vinnu. Hvað, geta þau ekki keyrt til Grindavíkur í vinnu? Fundar þau í hvað í ráðhúsinu? Bara þetta huga, hugsa hvað Tollhúsinu. Bara ef yrði svona breyting bara, nú erum við bara farið til Grindavíkur, við erum bara farin að vinna á bæjarskrifstofuna. Svona gæti þetta bara hægt og bítandi komið. En það er bara, eins og ég bara slökka ljósin. Við vorum einhvern tímann að tala þetta ástand og þá var svona, fannst mér eins og að lausnin verið kannski að væri svona SAR eins og heitir í Bandaríkjunum. Og ég held að viðlagasjós, framkvæmdastjóri viðlagasjós hafi haft svolítið umtalsvert vald til þess að leysa vanda Vestmanninga á sínum tíma. Af því að sko vandamálið það er ekki hægt að þetta fólk sem í vanda vera að labba alltaf á milli og vera að sækja svona, þannig að verður að samhæfita með einhverjum hætti. Það er ennþá þannig að það væri líklega snjallara fyrir ríkisvaldið að búa til bara Grindavíkur ráðuneyti sem hefði bara einhvern bolmagn til þess að gera hlutina og afgreiða þetta. Algjörlega. Því að það þarf að samræma ólíkt í sveitafélagunum og allt skólahaldið og endalausar málum sem þarf að leysa úr. Það er óraunhæft að bæjarstjórnin gera það. Nei, það hefði þurft frá fyrsta degi sko, átt að vera á hendi ríkisvaldsins að auðvitað bæjarstjórnin bara einn partur af þessu stjórnvaldi en þú veist en síðan eru öll ráðuneyti með þetta líka eða mjög mörg þannig að sem kom að þessu einni annan hátt þannig að við hefðum þurft svona framkvæmdastjóra frá bara fyrsta degi í raun og veru en við erum svolítið búin að vera að reyna að finna upp hjólið sko frá
bara rýmingu, það var ekki til neitt plan, þú veist, það var til plan að rýma bæinn og svo erum við búin að vera að búa til eitthvað síðan á hraða snýðsins. Það bara rétt til þess að bjarga ráðamönnum fyrir kast og sköldsins. Já, svo bara eins og með Þórköllu fasteignafélagi sem að fara í þessu uppkaup, það skulle engin Grindvíkingur vera þar í stjórn, algjörlega galið. Það eitt sem að kom hérna, ég veit ekki hvað þið voruð að hlusta þegar það var, þá kom Sigrún Ólafsdóttir sem er prófessor í félagsfræði og við vorum að spurja hana svona samfélag sem að orði fyrir áföllum og hún sagði að fyrsta rannsóknin sem var gerð til þess að meta svona hvernig samfélag koma í gegn áföll, hvort þið ná að reisa sig við eða aftur eða ekki, dró fram bara megin niðurstaði þeirra rannsóknar að það sem að íbúarnir sjálfur eru þáttakendur í ákvarðunum og uppbyggingunni, þar gengur vel. Það sem það ekki, gengur ömurlega. Og það bara að þú veit eiginlega taka hættun á það að samfélagi jafnis ekki ef þú hleypir ekki fólkinu í samfélaginu að ákvarðunum. Það verður að vera hjarta í þessum ákvarðunum. Þetta sama ég nefna á hann, það er bara til náttúru hamfara teymi sem fer í gang og svo bara með heimamenn. Við höfum fullt af fólki sem er búið að vera, björgunarsveitirnar eru nú alltaf, það er nú búin að standa vaktir hann síðan 2021 síðan það byrjaði og þannig er við mann sem var með formaður Landsbjargar og menn sem hafa unnið í ég nefndi Gunnar Tómasson meðal annars og fleiri menn sem hafa unnið að þessum málum fyrir Grindvíkinga og Slysavarnafélagi mörg ár og sem getur verið innanhandar og þekkja þetta svæði allt saman. Alveg hægri vinstri og auðvitað verða þeirra einhvern veginn að endurspegla raddir samfélagsins. Mér finnst samfélagin svona, það er alveg ömurlegt að vera að fylgjast með þessum umræðum á Facebook. Það er þyngra en tárum taki að sjá þessa kannski, að ég veit ekki, þessi illindi jafnvel og orða þess sem fólk lætur út úr sér gagnvart bæjarstjórninni, bæjarstjóranum og öllu sem að gerast og þeir sem ekki eru alveg gangandi á því að fara heim, þetta verið að jarðsyngja bæinn eins og ég nefndi á hann, slökkva ljósin og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er óþolandi. Ég held þetta hafi líka verið svona í Vestmannum. Það að því að sagan sem við heyrum frá Vestmannum svo að fólki flúði þarna byrjað blessunarlega, voru allir bátarnir í höfninni, einhver hélt á sunnundaslærinu og allir komust og svo fórum við og byggðum upp bæinn aftur. En það var bara helmingur sem fór tilbaka. Þannig að þeir sem ekki fóru tilbaka, þeir eru bara ekki hluti af sögunni. Og því ég held að þeir hafi verið bara mjög fljótlega, bara afskrifuð úr sögunni. Þannig ef að þú vildir ekki, og þá erum við að tala að flytja aftur á toppin á virku eldfjalli, Já, en með þess að þegar þú segir helmingurinn tilbaka, eftir 2 ár, þá voru 47% komnir til Vestmannaeyja, eftir 2 ár. En það fólk sem ekki sneri tilbaka, það er ekki í hluti af sögunni sem við erum alltaf að segja Vestmannaeyjar. En Vestmannaeyja gósi stóð í 6 mánuði, svo var það bara dautt. Það var bara þannig. En þetta er búið að vera núna í 4 ár, þessar jarðhræringar í kringum Grindavík, og núna er þetta búið að vera í 6 mánuðin tæpa núna hérna, bara síðan jarðhræringan 10. nóvember. Og við erum ekki að sjá fyrir endan á þessu, Við erum ekki að sjá það, við erum ekki að sjá að þetta sé að klárast. Því miður, það væri dásanlegt ef þetta allt í einu bara stoppaði og allt er fínt. Þá getum við farið á fullu í að byggja upp bæinn og keyra þetta allt í gang. En menn eru tvístígandi út af því hvernig ástandi er á náttúrunni, Það er stundur sem að heyri svona sögur að Grindvíkingar sé að hitta hvort annan í opnum húsum. Sér að keppast að kaupa. Já. Það er sorglegt, Er það raunveruleikinn? Maður er alls sögur af því, Ég veit konu sem voru út í Sandgerði, var að lesa mjög vel á raðhús þar og því miður þá var það nýselt, það var 67 milljónir, sagði mér. Og hún og maðurinn ákveði að kaupa, þá var húsið við hliðina sem var nákvæmlega eins og hún fer í fasteignasalan. Það var að koma í 79, bara 12 milljónir. Og þetta er náttúrulega alveg galið, hvernig svona, En það sem er svo mikill skortur. En það sem er kannski skortur á íbúðum. Ég get ekki skilið. Það er bara verið að reisa hér blokkir fyrir fleiri þúsund manns út allt og það tala allir skort á íbúðum. Hvernig er þetta hægt? En það sem er samt ég er bara svo hissa þjóðarinnar og kemur nýr fólk er lengur heima heldur að var, eða ekki rétt fólk er miklu lengur heima
það kom alltaf nýjar, að líftíminu okkar eru fann að lengjast, við sittum nú í fulltrúar lífeyrissjóðana, þannig að maður sér það. Það er verulegt. Þannig að við bara aukið líftíma, ég held að innflutningur á fólki, verulegur. Landsmennu fjölgar 3,1% á ári. 20.000 á ári. Þannig að það er nú alveg eðlilegt að við sem að byggja, það er að tala um það að það sem við erum að byggja, það dugir enga veginn til þess að halda í við þessa þróun, sko. Það er enginn hérna við Rauðaborðum ofta að tala húsnæðismál, það er enginn haldið fram að setja nógu húsnæði fyrir að tala ekki fyrir það. Ég segi bara, ég átt að velta þessu fyrir mér, ég keyri hérna allt og Suðurnesjum og hér í Reykjavík og Kópavogi og það er bara verið að byggja blokkir í hérna bara íbúður í 100-vís og maður velti verið sem býtu hvað og svo bý ég niður í 101 og hverjum einasta morgni þegar ég að keyra á staði vinnuna klukkan í kringum 7 þá bara hrynja út úr öllum íbúðum hann í Þingholtunum fólk með kínverjar með ferðartöskur sko. Þetta svo mikið Airbnb-dæmi. Þetta alveg... En samfélagið, því það náttúrulega, það að sundrast. Aðeins ef ég má skjóta inn í, það sem samt að fara vest með okkur alveg í augnablikinu, það eru brúalánin. Af því að mjög margir Grindvíkingar eru búin að festa sér húsnæði. Og tóku alvarlega áætlanir Þórkötlu tímasetningu og eru núna að borga 11-13% vexti á brúalán. Þannig að þau tóku lán í trausti þess að fá afgreiðslu frá eða festu sér íbúð og það getur verið rosa áhætta með því að hún er borguð við afhendingu en ef þú ert ekki búin að borga ákveðinni dagsetningu þá þarftu að redda það einhvern veginn og bankarnir eru að redda brúaláni 11-13% vöxtum sem er bara eins og yfirdráttur. Maður hefur ertafla upp í 17% sko. Yfirdráttur. Nei, sko þessi brúalán. Og þetta er rosalega dýrt fyrir mjög stóran hópa Grindvíkingum í dag og ég held að Þórkatla hafa enga skilning á þessu einhvern veginn. Þau eru bara að draga lappirnar. Þegar að fólk er að selja hús í Grindavík, færið það sambærilegt hús annars staðar eða? Nei. Langt frá því. Í raun hefði þetta borga út svona 110-15% brunabótamati. Þannig að þú selir raðhús og þá færðu blokkaríbúð. Þú selur einbýlishús og þá færðu... Ég byggði fyrir 3 árum, bara stórglæsilegt hús myndi ég segja. Og bara draumahúsið okkar hjóna. Ég er að fara úr 200 fermetra húsnæði í Grindavík í 177 fermetra blokkaríbúð í Kópavogi og ég þarf að bæta 20 milljónum við. Það segir dálítið. Þetta er bara að sagja allra held ég. Bara eftir á hvað staðir eru skilur. En þetta er svo stórkostlegt að hugsa til þess að þetta er fólk í neyð. Við erum fólk á hold og blóði og þegar hrunið var á sínu tíma á COVID þá stóð ekki á yfirvöldum að borga peninga sko. Þeir dældu inn milljörðum. Hrunið var margir sem bara mistu húsnæði sitt í hruninu sko. Já, þeir dældu 100 milljónir inn í fyrirtækin í COVID. Já, í COVID. Já, og ég meina, bara tökum Icelandair dæmi, þeir fengu bara 15 milljarða bara svona innan lúuna, hérna stráka minni, gjöru svo vel. En þegar að vera að tala um fólk af holdi og blóði, úr sveitafélagi sem hefur skilað, sko, við erum búin að veiða 1 milljón tonn á síðustu 20 árum. 1 milljón tonn af fiski sem hefur landað í Grindavík á 20 árum. Hvað er það í gjaldeyristekjum? Það eru fleiri 100 milljarðar fyrir utan svo bláalónið. Að það skulle vera eitthvað vöflur á stjórnvöldum að grípa Grindvíkinga. Þetta gerir mig gjörsamlega bila þegar ég hugsa um þetta. Að við erum fólk á hold og blóði. Og síðan erum við skattlögð í þessu neyð okkar. Já, í neyð. Við þurfum að borga full stimpilgjöld. Þú veist, 1% skatt. Í staðan fyrir okkar til að hafa verið að við fengjum sömu meðferð og fyrstu kaupendur sem var helmingurinn að því. Og því er bara ekki svarað. Og svo er maður að fara tilfinninguna núna fólk sé að fara að snúast gegn okkur. Helvítis vællin í Grindvíkingum. Þetta er svo sannlega sko. Þetta er svo galið maður það var líka í Vestmannakosinu eftir því, það er svo gamalt sko. Það er manni eftir því að kom svona þannig tónn upp sko, en ég held að hafi verið þú veist, hvað var að taka mark á, þú veist, það eru ykkur 400.000 mann sem búa hérna, auðvitað er slatti af ílgjörnum fíblum sko. Fíblum eru allstað. Maður á ekki heimtingu á því allir séu í lagi.
alla daga. Nei. En svona heilt yfir hefur nú þjóðin tekið okkur algjörlega þá við höfum stuðning þjóðarinn held ég hvað sem en þetta er alltaf eins og þið segir það er innanum og sama við fólk sem er alltaf bara eitthvað öðruvísi sko og getur greinilega ekki sett sig í spór fólk sem er að taka samfélagið, hérna íþróttafélagið til að þá heldur betur og söfnuður það heldur okkur svolítið saman ennþá sko. Það hefur verið sameiningartákn hjá okkur í vetur fólk er að koma saman á leikjum og fyrirtækin hafa verið að styrkja bara stórkostlega núna á síðustu leikjum í körfuboltanum hafa fyrirtæki verið að koma og skrifa undir samninga sem er að tryggja áframhaldandi rekstur allan að meistaraflokkana í einhver ár, 1-2 ár. Hvað eru búin margir á þessum heimaleikjum í úrslitakeppninni? Alveg bara ekki 1500-2000 og maður er að sjá svona að við Sibbi höfum nú farið á flesta leiki sko og Palli undanfarin ár en núna er maður að sjá fólk sem maður hefur aldrei séð á körfuboltaleik það er í raun og veru bara að koma til þess að hitta samfélagið sko. Þetta var eins og heimaleikir Barcelona það hafi ekki farið þar þá lítur maður svona í kringu sig og sér það að þarna eru bara gömul hjón þarna eru bara ættir sem hafa setið þarna af því þetta er hluti af sjálfstæðisbaráttu Katalóníu að sitja þarna þannig það er hluti af sjálfstæðisbaráttu Grindavíkur að mæta á völlin og vera þar það er kannski ekkit vita af hvað síðastu leikur sem ég fór á hjá Manchester United þá var ég á Stretford End sem við kallað sko og þar satt ég við hliðina á fernum hjónum sem öll voru búin að eiga ársmið á þessum stað í 50 ár Var þetta jafnaldræðir? Nei, ekki alveg, þeir var aðeins eldri. En samfélagið eins og það að hittast á mótnana og drekka kaffi og svona? Það er náttúrulega, við erum svo tvístur út allt að það er ekki þannig. Ég meina kaffivagnin út á Granda, þar eru gömlu kallanir að hittast held ég. Já, ok. Það er eina svona sem ég veit um. Já. En þetta var eins og í Grindavík nú að Vélsmiðjan, til dæmis, Vélsmiðjan er opinn og þeir hafa haldið opnu. Og þar eru menn að koma og kaupa nesti og tala saman sko. Svo var Jón Gauti með opið í Ólís í síðustu viku og það var ósköp notalegt að koma þar og setjast inn á þessu kaffi. Það er mikilvægt að hitta náungan og spjalla við hann. Já. Þess vegna gerðu það líklega á leiðinni í vinnuna. Því þetta er bara hluti af því að halda sig við félagslega. Algjörlega. Gaman að takast á pólitík og í enska boltan og sérstaklega annað Liverpool tapaði og United tapaði og þetta eins og ég nefndi á það þetta misti Ólís mikið þegar Halldór frendi Sigurbjarnar dó hann dó bara í stuttu síðan og hann var náttúrulega svona ógleymanlegur maður sem að lyfti þessu öll á hærra plan en svona er lífið náttúrulega það er bara svona við töpum allir endanum við töpum allir endanum þannig það er eina sem við veitum fyrir víst Herðu, takk fyrir að koma hingað í þetta spjall Grindavík en svona í þeim ramma við erum líka að velta fyrir okkur svona hvaða gildi þetta hefur að fólk hittist og spjalli saman þetta er svona hluti af lýðræðiskerfinu við erum óformlega lýðræðiskerfi það eru svona spjallhópar víða land Sigurbjörn, Hörður, Einar og Palli, kæra þakkir Takk fyrir mig en við ætlum að setja hérna áfram í rauðaborðið og fletta yfir í næsta kafla Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, nú ætlum við að ræða skipulag eða skipulag og spillingu. Það vil svo til að Hlökk Theodórsdóttir, skipulagsfræðingur og doktorsnemi í opinberri stjórnsýslu gerði könnun og ef ég skil þetta rétt að þá þetta spyrja fólk sem að vinnur við skipulagsmál hvort að þau verði var við spillingu. Já, ég er að gera könnun á bolmagni sveitarfélaga í skipulagsmálum þar sem ég er að kanna það svona nokkuð víðtækt hvernig sveitarfélagin höndla með skipulagsmál og hvernig tiltekst og ég gerði könnun síðastliðið sumar og sem var senda á þá alla kjörnafulltrúa í sveitarstjórnum, alla sveitarstjóra og síðan skipula starfsfólk sveitarfélagana, það er að segja það fólk sérfræðinga sem að starfa hjá sveitarfélagunum við skipulagsmál, sérfræðingur á því sviði og það eiga öll sveitarfélag að hafa slíkt fólk innan borðs lögum samkvæmt og síðan lagði ég þessar spurningar líka fyrir ráðgjafa
skipulagsráðgjafa, það þá fagfólk eins og arkitektar, landslagsarkitektar, skipulagsfræðingar, verkfræðingar sem að starfa að skipulagsgerð fyrir bæði einkaaðila og sveitarfélög. Og ég lagði langan lista spurninga fyrir þetta fólk allt mögulegt sem lítur að stjórnsýslu skipulagsmála, hvað lögð áhersla á í skipulagsmálum, hvernig háttar fagþekkingu á skipulagsmálum, hvaða hópar hafa meira eða minni áhrif á ákvarðanatöku og svo spurði ég reynda líka spillingu. Já. Og hvað spurður telur þú að sé spilling eða hefur orðið var við spillingu eða hver spurningin? Það áhugavert að þú spyrða því vegna þess að það getur nefnilega haft áhrif á svörin hvort að það spurt ásýnd spillingar eða hvort að það spurt beina reynslu. Og af því að ég var bara að tala við fólk sem beinir þáttakendur. Ég var ekki að spurja íbúa skipulagsmál sveitarfélaga eða stjórnsýslu sveitarfélaga. Ég var að spurja fólkið sem að sinnir þessum verkum. Svo ég spurði þeirra eigin reynslu. Ég spurði sem sagt hvort að viðkomandi þekkti dæmi frá síðustu 3 árum af frændsemi, kunningsskap eða pólitískri fyrirgreiðslu sem hefði haft áhrif á skipulagsákvarðanir sveitarfélaga. Þannig að ég notaði ekki spillingar hugtakið og mögulega hefur það að einhverju leyti áhrif á svör einstakara að það kann að vera að fólk hafi mismunandi skilning á vigt þessara fyrirbæra þó að svona samkvæmt fræðunum flokkist þetta allt undir spillingu. Það getur náttúrulega svo margt rúmast þarna inni að einhver fekk afgreiðslu fyrr að því að hann hringdi í frænda sinn. Jú, vissulega, þetta mjög rúmt. Já, það getur líka því það að eftir gríðarlegan þrýsting frá verktakafyrirtæki þá fjallu skipulagsyfirvöld á því að bæta einni hæð ofan á húsið sem kannski 800 milljón króna virði í byggingarétti. Já, þetta rúmar einmitt mjög breytt svið og af því að ég að spurja bara í könnun, ég ekki með djúp viðtöl eða eitthvað slíkar aðferðir að þá hef ég svo sem ekki tök og ég þarna fylgja því eftir hvað liggur á bak við ályktun og svar hvers og eins. En hversu margir sögðu já við? Þetta voru sem sagt ég með svör frá 400 manns og þetta þegar allir eru teknir, allir hóparnir 4 þá þetta rétthæp 50% sem segjast einhver dæmi. Þetta bara svo fáránlega há tala. Já, og þetta miklu hærra hjá faghópunum. Skipulagsstarfsfólkið og skipulagsáðgjafarnir, þar þetta tæp 60% í öðrum hópnum og rúm 70% í hinum sem að þekkja einhver dæmi, ýmist frá fáum dæmum til fleiri eða margra. Og þannig þetta ótal margt undir, það alveg áræðanlegt eins og þú segir, en við vitum þetta líka úr bara skipulagsfræðum og framkvæmt skipulagsmála, bæði hérlendis og erlendis, að spillingar umræða, hún dúkkar alltaf upp í tengslum við skipulagsmál og einhvers konar ásýnd spillingar eða svona brigsl spillingu. Og það tengist auðvitað því að það eru búin til svo mikil verðmæti með skipulagsákvörðunum og þau geta náttúrulega verið verðmæti í hendur einstakra aðila leið og skipulagsyfirvöld hafa sitt umboð algjörlega á þeim grundvelli að þau sé að taka ákvarðanir í almannahag og almannahagur og einkahagur fer ekki alltaf alveg saman. Þannig að sko þetta getur þýtt ótal margt sko og við getum heimfært það upp á svona raunverulega teoretísk dæmi eins og þú ert að nefna. Alveg til mjög stórra framkvæmda eða bara einhverja þess að máli verði nú tekið fyrir á næsta fundi eða hvað það er. Og það ekki með það eiginlega mjög mörg dæmi að byggingamagn hefur aukist í ferlinu. Það kynnt eitthvað skipulag. Já. Og það virðist að mynda ykkur húsi og svo húsi byggt og þá segir allir byrju það ekkert samhengi á milli sko því sem okkur var sagt uppalega og þá hefur það gerst að hefur bæst við fjöldi fermetra. Já, það náttúrulega allra vitorði svo sem úr framkvæmt skipulagsmála svona ýmis konar leikjafræði sem leikin að sækjum fleiri hæðir heldur en þú ætlar að byggja af því
til þess að hafa svona rúm til þess að semja og eitthvað slíkt sko. En það sem líka sko, ég náttúrulega í þessari rannsókn, hún víðtækar en þetta, ég líka að vinna tilviksrannsókn þar sem ég að greina gæði nýrra íbúðahverfa, þá í rauninni að svona skoða hinn endan á þessu ferli, þar að segja í könnuninni var ég að skoða stjórnsýslun og svona hvernig ákvarðanir eru teknar og á hvaða grundvelli, en í tilviksrannsókninni þá fer ég út í mörkin og greini gæði þess sem svo skipulagt og byggt, sem auðvitað segir miklu sögu líka. En þannig að í þessari rannsókn ég að svona reyna að umfaðma ansi mikið, en það sem ég sé þegar, þó ég sé ennþá að vinna úr þessu, að það sem ég sé í könnuninni, það sem ég ekki bara að spurja þessara spillingarspurningar, ég líka að spurja hvaða hópar hafa helst eða frekar áhrif og skipulagsákvarðanir sveitarfélaga, hvað það sem að sveitarfélagið eða sveitarfélagin setja í forgrunn varðandi áherslur í skipulagsmálum, og fleira frá hverjum finnið þið fyrir þrýstingi og fleira. Þú ert ekki komið með svör við þessu? Ég auðvitað komið með svör við einstökum spurningum, en ég svona að vinna úr því að túlka þetta saman og svona vinna greiningun og túlkunina, en ég er farin að sjá all þessi gröf og það er alveg þráður sem ég sé í niðurstofunum, sem það hvað landeigendur, lóðarhafar, uppbyggingaraðilar, fasteignafélög eru svona mikilvægir leikendur í öllum þessum svörum. Samskipti þeirra sem eru að taka ákvarðanir eru meira og minna við þetta fólk, en eiginlega enga fulltrúa almennings. Þeir skora miklu lægra í áhrifum þarna og... Þetta kemur saman við rannsókn sem var gerð hérna, alltaf sé ekki kannski 10 ár síðan var gerð, sem var fólk í stjórnarráðinu spurt, við hverju eru í samskiptum við breytingar á lögum og reglugerðum og öðru slíku, og þá kom það í ljós að það var bara, að því við sittum hérna við Rauðaborðið, það var bara auðvaldið og svo hérna fulltrúar almennings var bara ekki fjórðungur af því. Nei. Og svona millilega samband við almenning, að því að það var, ég held að það verið búið upp á það líka, það var nánast ekki neitt. En þetta er vand með farið í skipulagsmálum, vegna þess að sko auðvitað þetta leið hreyfiaflið fyrir að byggja íbúðir og rækta land og allt þetta. Þegar lóðir eru seldar og seldar hæstbjóðandi, að þá náttúrulega endar með því að þessu fáir aðilar sem eru að fara með allt. Þetta byggingarna. Það var ekki þannig áður þegar lóðum var útlutað, þá var þeim útlutað til einstaklingar og þá voru byggingarsamvinnufélög einstaklingan og fleiri, það var miklu valddreifðara byggingakerfi áður. Já, vissulega, en svo erum við líka bara með alls konar hugmyndir sem spretta fram að uppbyggingu eða starfsemi eða hvað það var, víðað land og af öllu mögulegu tægi, sem auðvitað vaxtarprótur í og mikilvægt að eigi sér farveg inn í umræðu í sveitarstjórnum og skipulagsnefndum og umfjöllun í skipulagstillögum og allt það. Þannig að sko, þetta mikilvægt hreyfiafl, en það má ekki verða algjörlega í forgrunni. Og það það sem að því ég að horfa inn í, og það sem ég hefur að gera núna í rauninni bara svona aðeins að opna inn í gögnin hjá mér og lega fólki aðeins að sjá þau með mér, að því ég er ennþá að vinna úr þeim og túlka, en það alveg, liggur mig við að segja sláandi hvað þessir hópar, uppbyggingaraðilarnir, landeigendur, lóðarhafar, eru í sterkri stöðu bara í svo mörgum spurningum miða við önnur sjónamið. Og þá það ekki bara aðrir hópar, heldur líka til dæmis þegar ég spyr hvað sveitarfélög leggja áherslu á í skipulagsmálum og þá þurfum að hafa í huga að það er ekkit alfarið bara ákveðið að sveitarstjórn hverju sinni hvað lögð áherslu á í skipulagsmálum. Það auðvitað bara löggjöf sem það gildir að það á að vinna sjálfbæri þróun og sjálfbæri landnýtingu og góðri byggð og byggð sem að rúmar jöfnuð og lífsgæði fyrir alla og styður lýðhelsu og loftslags mál og hvað það er. Að þá þegar ég spyr þessa ólíku þætti hvað lögð áherslu á í skipulagsmálum sveitarfélaga, þá til dæmis skora mikið herra að greiða götu hugmynda uppbyggingaraðila heldur en til dæmis að leggja áherslu á sjálfbæra landnýtingu eða vandaða byggð. Og þannig að þú veist, þetta alveg,
já, og það svona þráður þetta milli svara alveg. Já. En varandi þetta sem þú ert að lýsa, þá gefur þetta manni kannski á óvart, en ætti kannski ekki koma manni óvart, því að við þekkjum alveg umræðu að tala verktakaræði í skipulagsmálum og að sömuleyti þetta bara svona hugmyndir æði margra að svona sé þetta, en samt verður maður einhvern veginn hissa þegar maður sér þetta á blaði. Já, ég get alveg tekið undir það og ég nú eldri en 2 vetur í skipulagsmálum, ég hef búin að sýsla í þeim í meir en 3 áratugi og fylgjast með skipulagsumræðun og framkvæmd skipulagsmála líka í öðrum löndum og ég get alveg tekið undir það að þetta kemur ekki beint á óvart vegna þess eins og ég segi líka að vegna eðli skipulagsmáluna þá er spillingar umræðan aldrei langt undan en enga síður þá þetta finnst mér merkileg staðfesting á einhverjum kannski undirliggjandi grunu eða tilfinningu sem að kemur fram í þessum svörum og nota bene þetta fólki í mörkinni sem að svara. Þetta ekki einhverjir aðrir sem að lýsa upplifun sinni eða ásýnd af einhver ákvarðanatöku sem gerist einhver staðar annar staðar. Þetta fólki í mörkinni. Já. Það hefur verið bent á að byggingamagn sé mikið og sem eru hagur verktakans að þraut nýta lóðina þó svo að það valdi skuggavarpi og mennum bara með efasemdur að gott að það séu raunverulega góðar íbúðir sem eru bara svo þéttar. En þannig verið að blóðmjólka raunverulega fjárfestinguna í lóðinni. En skipulagsíðvöld ætti að vinna við það að stoppa það þannig að byggingamagnið ekki meir en svo að segja þetta efast að gott að það sé gott. Það sem að auðvitað við treystum á og kerfið þannig uppbyggt að þeir stjórnmálamenn sem taka formlega þessar ákvarðanir þeir séu studdir af sterkri faglegri stjórnsýslu. Að þar liggja baki greining og tillögugerð frá teymum fagfólks sem að hefur stoð og styrk til þess og þekkingu til að gefa góð ráð og sem á hlustað. En auðvitað það sem við erum að glíma við öðrum fremur auðvitað í stjórnsýslu skipulagsmál á Íslandi hvað sveitarfélögin eru fámenn og vanbúin í þessum efnum. Og þá verðum við líka að hafa í huga þegar við erum að horfa á við þekkjum að það stemt að því að 1000 manns verði lágmarks íbúafjöldi í sveitarfélögum en það jafnvel ekki tímasett ef ég mann rétt og svona bara vinsamli tilmæli til sveitarfélagana, hugan og að sameiningum. 1000 manna sveitarfélag ekki neitt í þessu tilliti ef við erum að hugsa faglega burðuga stjórnsýslu þar sem eru teymi fagfólk starfandi sem eru aðlaðandi vinnustöðir fyrir hæft fólki á sínu sviði og svo framvegis. Þá það auðvitað bara sveitarfélög. Þannig að þetta líka eitthvað sem þurfum að hafa í huga og þegar að ég að bera saman við rannsóknir sem eru gerðar í öðrum löndum að þá til dæmis verið að tala sveitarfélög á stærði Kópavog sem lítið sveitarfélag í þessu tilliti. Þannig að þetta skiptir líka máli í þessu En við sjáum þetta gerast náttúrulega þegar eru kannski ekki svona íbúðuppbygging sem að maður hugsa fyrst þegar við svona skipulag heldur það getur líka verið virkjanir og eitthvað fleira. Og þá getur mætt svona sveitarfélagi sem mjög veikt, þá getur mætt mjög sterkt fyrirtæki sem á efni á öllum lögfræðingum og öllu sem að til þarf til þess að knýja á einhverja sína niðurstöðu. Já, og þess vegna ég aðeins búin að kíkja á hvort ég sjá einhverja fylgni í þessum svörum við stærð sveitarfélag og mér sýnist það ekki vera og það aftur kemur mér ekki sérstaklega óvart. Þannig það er ekki fleiri í smærri félögum Nei, mér sýnist ekki. Nei, og það kemur ekkit sérstaklega óvart vegna þess að við þekkjum bara framkvæmd skipulagsmála að það eru sterkir aðilar sem að berja á dyrnar allstaðar. Já, en það borgar á sig. Ef þú verktakafyrirtæki, þá getur haft bara eina deild, bara í vinnu við það að reyna að þrýsta upp byggingamagninu.
því það verður ábyggilega arðbærasta deildin hjá þér. Því ef þeim tekst að bæta við einni hæð ofan á hótelið. Já, hvernig sem það er, hvort sem það er virkjunaraðili, fiskeldisfyrirtæki, byggingarverktæki, hvað það er. Það er auðvitað, sko, við erum að sjá þar aðila sem að þetta eru með fjárhagslegan styrk og möguleika til þess einmitt að svona undirbúa sín mál vel. Ég veit ekki hvort að segja fyrir utan rannsóknina eða sko stundum velti maður fyrir umgengnin útdeilingu byggingaréttar. Finnst maður stundum vera svona næstu í svona kærulaus með að við hvað þetta eru gríðarlegir hagsmunir. Þegar var gerður samningurinn við olíufélögin að loka bensinstöðunum, að þá var ég alveg bit, eins og sagt þegar ég sá sko hvað að gefin mikið, sko hvað þarna gat verið orðið til. Ég held ég að við slegið að geti allt upp í 6,3 milljarðar orðið til bara við eitt samning sem að dreifðust á þessi 3 olíufélög, eða hvort það var Atlas-olía með eitthvað smá sneið af því. Það eru fleiri svona dæmi þar sem að maður velti fyrir. Ég man eftir skipulaginu upp í Gufunesi, þar sem að var í tengslum við eitthvað svona listrænt kvikmyndaþorp, að þá komu einhverjar blokkaríbúðir sem að svona hvatamaður að fyrir byggingu eiginlega fékk og maður fylgdi svo með sko hvernig byggingarétturinn var færður yfir í nýtt félag og maður sá býttu þarna urðu bara til líklega ekki minni en 800 milljónir bara á einni nóttu. Þannig að þetta eru gríðarlegi peningar sem að verða bara til úr engu. Og maður oft velti fyrir sig býttu ætti ekki að vera bara eitthvað svona endurskoðun og fleira í kringum þetta að umgangast þetta af svona meiri virðingu að þetta séu þessi verðmæti sko. Jú og það má alveg segja það sko og það sem náttúrulega líka í þessum málum eru þetta þessi svona spurning alltaf hvar hefjast þau og hvar verður til einhver formleg eða óformleg skuldbinding sem fer svo að vera meir og minna ráðandi fyrir allt sem á eftir kemur. Og kannski er þessi samningur sem hún nefnir Reykjavík og borgar við olíufélögin kannski ekkert galið dæmi í því tilliti vegna þess að svo þegar kemur að stykkinu þá fara íbúar og nágrannar að sjá deiliskipulagstillögur á einstökum lóðum einhverjum mörgum árum síðar sem að leiðir beint eða óbeint af þessum samningi sem var gerður einhver tíman. Hann var ekkert gerður á grundvelli skipulagslöggjafarinnar en skipulagslöggjafan og framfylgd hennar er þá orðin einhverju veruleguleiti eða alfarið háð því hvað var samið við eitthvað fundarborð. Það var í þessu, eins og ég skildi þetta, þá var þeim bara gefin leyfi til þess að byggja, það var ekki samið það og ég man fyrst til þess að tillögurnar ekki á Birkimel, þarna við hliðina á Hótel Sögu, því þess að fyrstu tillögurnar og hvað ætti að byggja á þessum reit sem á milli sko þjóðabókluðuna og stúdentagarða og menntasviðs háskólans, að þá áttu bara að setja þar inn svona eins og hvað heitir það, 102 kópavor, bara eitthvað ótrúlega þétta íbúða, það er margt svona sem kemur með óvart sko. Þær eru svona að byrja að líta dagsins ljós þessar tillögur og ég held að fyrsta sem allavega ég man eftir sem er svona afurð þessa samkomulags er niður á Snorrabraut, þar sem er hotlóð sem var skipulega svona á bensinstöðarlóð og síðan eru þetta mikil umræða núna vestur í bæ Ægisíðu bensinstöðina þannig að og þá fara að koma svona einmitt uppbyggingar hugmyndir fyrir stakar lóðir þar sem þetta er augljós hvati til þess að reyna ná eins miklu út úr þeirri lóði eins og kostur er en ekki kannski verið að horfa heildstætt á viðkomandi hverfishluta eða hverfi. Eins og þetta á Birkimellum þetta er alltaf lóð sem á bara að geyma handa háskólanum því að hann þarf að stækka sko. Það fárum að vera hendinn einhverju þéttri blokkaríbúð þarna, blokkaríbúð. Já, allavega hvað sem gerist þar þyrfti að skoðast náttúrulega í samhengi við háskólasvæðið og það er reyndar vill svo til að það er nýbúið að vinna mjög metnaðarfullt og flott skipulag fyrir háskólasvæðið. Sem að einmitt er með mjög svona skemmtilegar hugmyndir stórt garðsvæði þarna sem að þessi bílastæða flæmi eru í dag þarna vestan við Suðurgötuna.
Þannig að það þyrfti auðvitað að skoða þessu lóð í því samhengi. Og svo það, við vitum það af reynslunni að það fær ykkur útluta svona lóð og hann stendur síðan í karpi við skipulagsyfirvöld og reyna að fá sem allra mest. Kannski þessi tekning sem ég er að vísa til er kannski bara fyrsta hugmynd eins og þú ert að lýsa þessi bara sekt alveg allt og mikið og allir vita að það fáist ekki en það er líklega að komi betri niðurstaða með því að byrja það ofan og fara niður heldur en öfugt frá þeim sem er að sækja það. En þetta geta verið bara félög á vegum olíufélagana sem ætla bara að ná síðan samkomulaginu og svo selja þau bara byggingar eftir næsta verktaka eins og hefur gerst með orkureitin með Ártúnsbrekkuna og það er eiginlega flestir af þessum byggingarreitum sem er að ganga kaupum og sölum bara mjög fljótlega eftir að það hefur náðst í gegn einhvern samkomulag. Og þess vegna er í rauninni og okkar skipulagslöggjöf er náttúrulega svolítið barn síns tíma og svona er ekkert búin tólum og tækjum til að takast á við þennan veruleika. Og við erum með allt og lítið af tækjum til dæmis til þess að geta lagt hvaðir á að byggingaraðilar leggi til þá til einhverja sameiginlega gæða sem að Reykjavíkurborg hefur verið að reyna að leysa með þessum uppbyggingarsamningum eða innviðasamningum eða hvað þeir eru nú kallaðir og eins náttúrulega að það sé bara alveg skýrar og klárar leikreglur til þess að tryggja húsnæði á viðráðanlegu verði og óhagnaðardrifið íbúðarhúsnæði í bland við annað allstaðar. En við höfum bara ekki neitt sérstaklega svona góð tól til þess að knýja það fram. Nei, við höfum ekki náðst það að vera að leita að einhverju lausnum til þess að það sé. Og það er erfitt að meta hvernig framkvæmdin er. Fyrst þetta byrjaði að þá var það þannig að félagsbústaðir máttu kaupa á einhverju 2 vikna tímabili á einhverju tilbúnu verði, kaupa einhverju íbúð. Og verður bara að flagga því og þannig að það er eftir að koma svona í ljós hvernig það er. En svo er þetta En til þessar rannsóknir segðu til. Til þessar rannsóknir. En ef að ætti ekki að vera þannig að þegar þú birtir þessar rannsókn að þetta sé svona hátt hlutfall 50%, 60+% af þeim sem eru að vinna inn í geiranum, vinna hjá kjörnum fulltrúa. Kannski vegna þess að þrýstingurinn kemur í gegnum kjörna fulltrúa að við séum það er deiltum á Íslandi, hvort að við séum með sterkt bákn en veika pólitík eða allt og freka pólitík og veikt bákn, það er svona eftir því hvernig hún horfir á það, að þegar þessi niðurstaða kemur, eftir því ekki að vera tilefni til þess að skoða þetta bara enn frekar. Jú, það er bara ekki vafi. Ef einhver sem að fer með fjárveitingavaldið hefur áhuga á því að rannsaka spillingu, sem er ekki alltaf. Nei, ég held að bæði þessi spurning og aðrar sem ég er að fá svör við í þessari rannsókn minni er alveg að draga fram, sýnist mér á nokkur svafa að við eigum langt í land að vera með nægilega sterk fagleg tök og faglega stjórnsýslu og faglega ákvarðanatöku þessi gríðarlega mikilvæg efni fyrir samfélagið. Þannig að þú ert í þeim skóla sem að segir að meinið á Íslandi sé það að, ég man ekki hvernig þetta er orðað það, ef við berum saman við Þýskaland og Ísland, þá er það þannig að í Þýskalandi þá var stjórnsýslan til á undan stjórnmálunum, gegnum almenna atkvæðarétt eða svona stjórnmálum í nútímalegum skilningi. Íslandi var þetta öfugt, stjórnmálin eru eiginlega til á undan stjórnsýslunni og þess vegna séu við hættari við svona spillingu sem að kemur í gegnum stjórnmálum. Já, það kann vel að vera. Þetta er mjög áhugavert. Hlökk Theodórsdóttir, kæra þakki fyrir að koma hingað og gefa okkur aðeins inn í þessar rannsóknir. Takk. En við ætlum að sitja hérna áfram og halda áfram að skilja samfélagið sem við lifum í. Það er næsti kafli er eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, það er alltaf álitaefni hvenær einstakir viðburðir verða samfélagsmál en mörg okkar hafa fylgst óhug vegna þeirra staðreyndar að 2 manndrápsmál komu upp nýverið með 2 daga millibili og við erum að sjá nokkuð mörg slík mál síðasta árið. Á sama tíma
hefur fólk áhyggjur af hnífanótkun, aukinni hnífanótkun, jafnvel hjá börnum í grunnskólum. Við ætlum aðeins að impra á því hér á eftir. En Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur, hefur lengi skoðað þessi mál og við ætlum að fá hann til þess að greina stöðuna með okkur. Vertu velkomin hérna til okkar, Helgi. Þakka fyrir. Það hafa verið sagðar fréttir af því að það sé kannski ekkert mjög óvenjulegt að gerast og þetta getur svona komið í slumpum og allt það, en það harla fágætt að svona stutt líða milli manndrápsmála, ekki satt? Já, það alveg rétt að fá svona manndráp bara, þú veist, ón í hvort annað, í raun og veru bara sömu helgi. Það kannski óvinnilegt, svona kannski tilfallandi. Við höfðum raunverulega kannski verið að hafa tímabil þar sem var kannski ekki mikið á síðustu mánuðum manndráp. Þannig að fá þessi tvö svona bara ón í kokið að jú, manni bregður og maður fer að velta því fyrir sér og þú veist hvað raunverulega í gangi og síðan í raunverulega kannski beinu framhaldi eða í kjölfarið af svona dálítið stórtækum þjófnaði sem var þarna 2-3 vikum þar á undan. Já. Sem virtist nú vera svona dálítið skipulag á bakvið og menn náðu þarna í 10 milljóna og bara mjög skömmum tíma. Að þá fara menn auðvitað velta fyrir sér, hvort þarna eitthvað mikið sé að gera hjá okkur eða hvort að þarna sé eitthvað nýtt í sjálfu sér í okkar samfélagi sem okkur ber að huga að og taka alvarlega. En okkur bregður með 2 vandrapa stöttum tíma, það alveg rétt. Já, og maður heyrir svo sem á kaffihúsum og götuhornum þegar uppkemur manndrápsmál að þeir eru til þeir Íslendingar sem hafa áhyggjur af því að þetta tengist að einhverju leyti mögulega ítökum erlendrar mafíu. Sýna þínar rannsóknir að slík manndrápsmál hér á landi séu vaxandi megin? Nei, ég raun og veru ekki sko. Ég hef fylgst með manndrápsmálum svona síðustu 10 ára, eða bara frá aldamótum og ég hef þar á undan. Og einkenni þeirra hafa ekki mikið breyst. Þetta mikið til manndrápa milli fólk sem þekkist, er í sambandi, nánu sambandi. Þetta eru kallar að drepa aðra karla, þetta eru kallar að drepa kærustu, eiginkonu, fyrri eiginkonu. Þetta eru meira yngri karlar. Þetta ekki mikil ráðgáta, þetta eru mál sem upplýsast yfirleitt frekar fljótt. Þetta oft svona í, við getum sagt alltaf því augnabliksæði sem vímefni koma við sögu, vímefni koma mjög mikið við sögu þessara manndrápsmála og þetta miklir svona harmleikir. Og svona einkenni svona meira og minna hvað þetta snertir og þetta yfirleitt eggvopn sem eru notuð og kyrkingar líka en skotvopn eru frekar fátíð. Ef við værum að fá manndráp þar sem eru kannski fyrirfram skipulögð og upplýsast ekki eða örðugt að upplýsa þau, það væri dæmi eðlisbreytingu, það væri dæmi skipulagða brotastarfsemi því að við höfum slíkt í Evrópu og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum, það eru mörg mál sem upplýsast ekki og það nefnilega mál sem eru þess eðlis en við höfum mjög lítið verið með mála því tagi. Það eina málið auðvitað sem sker mikið augun hjá okkur, það auðvitað rauðagerðsmálið. Það skipulögð aftaka, bara mafíumorð. Og í raun og veru var það ekki fyrir neitt nema bara árvekni og reynulega tæknigetu lögreglu að það mál upplýstist. Að þeir gátu dregið fram gögn þar sem ekki var hægt að neita því að það var komið nærri manndrápinu. Því að það var skipulað fyrirfram og ef menn hefðu ekki haft þessi gögn sem menn höfðu, segjum til dæmis að það hefði gerst fyrir 10-20 árum síðan, þá hefðu menn ekki haft tæknilega getu til þess affjúpaða mál, en menn höfðu það með gegnum símagögn, myndgögn, fleira því tagi að tæknilega gögn, að þá gátu menn rakið þetta beint til þess aðila sem framkvæmdi verknaðin. En að öðru liti ef það hefði ekki tekist, þá hefði viðkomandi bara verið rólegur bara fyrir norðan og ekkert vita hvað var að gera eftir sunnan, sko. Hann var bara í veðurtrú fyrir norðan eða eitthvað slíkt, sko. Og kom ekki nærri málinu og það hefði ekki verið hægt að reykjandi til hans. En vegna tæknilega gagna, þá var það gert. Þannig það mál svona undantekning, sér á parti
En við sjáum ekki mála þessu tægi vera að aukast hjá okkur. En við sjáum svona mál í Evrópu, það skipulega brotast það sem við sjáum þetta í Bandaríkjunum með einhverju marki, en við mjög lítið séð að þessi hér. Þessi mál bera raunverulega þessi sambarlega einkenni eins og þau voru bara á 2000-öldin, 1980, 1990, 2000, eitthvað slík sko. Það að segja einkenni málana. Spurningir kyn, aldur, aðstæður, hvort það uppgötvaðist eða ekki og svo framvegis. Og það líka það sem eitt sem einkennandi hvað fyrir manndráp á Íslandi það að þeir koma dálítið í hrínum. Við höfum svona toppa og þessi toppar eru talsvert hærra en svona, má segja, tíðnin öllu jöfnu sko. Þessi toppar í okkur eru oft bara sambarli tíðni í löndum þar sem manndrápstíðni mjög há. Þú veist, það fá allt tíðni kannski, þú veist, ég tala kannski 8 manndráp á einu ári. Þá vorum við að fara yfir meðaltalan eins og gengur gerist í Evrópu. En það bara það sem að Íslands samfélag, þetta fámennt samfélag og málin eru þrátt fyrir allt tiltölulega fá, þá getum við búist við einmitt svona sveiflum. Og topparnir fara oft mjög hátt, en síðan fara þegar lítið að gerast að þá fer tíðni mjög mikið niður sko, þegar maður verður að reikna þetta til lengri tíma. Þannig að ef við reiknum þetta 10 eða 20 ár, þá tíðni svona í lægri kanti svona landa í Vestur-Evrópu sko. Já. Eru til gögn sem sýna fram á að vettvangur þessara voðaverka umfram höfðatölu hafi færst út á land? Sko, ég til dæmis fjallaði mikið harmleikin á Blönduósi þegar ég var að vinna á Fréttablaðinu og það náttúrulega mál af því tagi að hjarta íslensku þjóðarinnar nánast hætti bara slá þegar okkur var ljóst hvað hafði gerst þar. Svo erum við með þetta manndrápsmál þarna í Ólafsfirði. Við erum með mál sem rannsaka núna á Akureyri. Ég held ég gæti, við erum með sumar bústaðamálið á Suðurlandi. Ég held ég gæti áfram að telja. Ég held að narratífan hafi svolítið verið það að í borg óttans og svona næturlífin og sollinum sem fylgdi miðbænum og fíkniefna viðskiptum hér, þá nú kannski helst líkur á einhverju svona fyrir utan þessa ástríðuglæpi sem þú nefnir, þar sem karlar virðast vera mjög ráðandi sem gerendur. En eitthvað sem bendir til að mögulega einhverjar félagslegar ástæður hafi breyst þannig að vettvangurinn sé í auknum mæli að ferast út á land? Ég þóru ekki alveg að fara með það, því ég bara beinlýs ekki með gögnum, ég hef ekki reiknað þetta beinlýs út, en það alveg rétt að það eru svona, einhver leiti stingur auga, þetta eru fjöldi máli einhver leiti sem virðist að koma raunverulega út á landi og allt það og kannski oft aðstæðar það sem erfiðar og það. En sko, svona kannski bursið akkurat hvar þessi mál kom upp að þá eru einkenni bara sambarleg hvort það sé kannski í höfuðborginni eða í jaðri höfuðborgarnar eða í einhverjum minna plássi út á landi, að það eru þessi einkenni sem ég dróði báðan, sko, varðandi hvað þarna raunverulega í gangi. Þetta og við skoða sko að svona einkenni þeirra sem beita ofbeldi, einkenni þeirra sem þá þess vegna fremja manndráp, félagslegi bakgrunn, það ákveðin mynstur sem maður getur séð, það oft á tíðum saga bak við ofbeldi hjá einstaklingum sem fremja manndráp, það ekki einhlít, það mörg dæmi sem eru annars konar. Oft brotin æska eða eitthvað? Já, maður getur rakið alls konar svona sameinkenni með margra sem beita ofbeldi og þess vegna manndráp, en varðandi svona vettvanginu út á landi, að þetta, það var þess að félagslega aðstæður og við tökum þessu mál sem hafa komið út á landi, það verður ofta því einstaklingar sem eru dálítið aðþrengdir sko. Félagslega, efnahagslega, hafa kannski hrakist úr höfuðborginni og farið út á land hugsanlega vegna þess að það er ódýrari kostur. Já, það hefur verið töluvert en það. Síðan eru við með mál þar sem ég meina, það geta verið eitthvað svona andlegir erfiðleikar, það geta verið, þannig að ég er að skoða hvert mál fyrir sig, en ef maður svona tekur, og við getum séð þetta á heimasíðu ríkislögreglustjóra, þess að reiknar þetta út eftir, fyrstalega eftir mannfjölda, en líka oft eftir
plássum eftir þar að segja hvar brotin koma upp og þar kemur ofta svona óvart að þar koma upp staðir svona sem mann kannski dettur kannski ekki endilega fyrst í huga að það sé mörg afbrot sko eða fleiri afbrot til dæmis í Vestmannaeyjum í Reykjavík eitthvað slíkt sko en það koma alveg ár þar sem höfuðborgin er ekki endilega sá staður eða borgin, sollurinn í borginni að hann sé endilega þar séu hérna flest afbrot miðað við mannfjölda. Það koma upp oft svona óvæntir staðir því að það þarf ekki mörg mál út af landi til þess að statistikinn fari upp þar fyrir einstök ár sko. Og ég fengi símtöl sko frá einmitt sko sveitarstjórum og bæjarstjórum út af landi sem allt í einu hafa verið að fá okkur tölur sko sem sýna að þeirra staður allt í einu að mælast hátt í gögnum ríkislögreglustjóra. En það er einmitt kannski vegna þess að þetta eru fámennari staðir og að það kemur upp einhver alvarleg mál eða eitthvað slíkt og þá allt í einu getur komið mjög hátt upp í svona einhverju útreikning við eitt einstakt ár meðan við mannfjölda sko. En sko ég held að maður skoða samt sko þessa töflu ríkislögreglustjóra það verður flest þessara mála hegningarlega brota þegar eiga sér stað í höfuðborginni og þér eru langt flestir og í kringum miðborgina sko. Það er þessi flest hefðbundnu brot sko, þessi afbrot, auðgunarbrot og fleira en það er alveg rétt hjá það stingur oft í svona augu að mörg þessara mjög svona hörmulu harmrænu mála þeir koma oft, ég segi ekki oft en þeir eiga sér að koma stað hérna út á landi og í raun og veru sko það sem þú ert að gera þú ert að kalla fram ákveðna rannsóknarspurningu sem væri bara áhugavert að raunverulega bara taka markvisst fyrir að taka til þess einhver alvarleg brot sem getur verið sem manndráp þessi tilfelli og beinlínis bara skoða það sko það er að segja hvar þau eiga sér stað og sem sagt hvort það getur verið raunverulega að þetta sé geti þessan verið algengara í þessum fámennastöðum en kannski í þessum miðborgarsöllunum hérna fyrir sunnan. Já, að ári kannski kemur í annað viðtal og þá verður með rannsóknarniðurstöður. Það má alveg vera sko vegna þess að við erum hérna alltaf að leita góðum svona rannsóknarspurningum og við erum með þetta nýbúin að hefja hérna meistaranám í afbrotafræði og nemendur eru að leita eftir rannsóknarspurningum og þetta er bara rannsóknarspurning sem er bara mjög áhugaverð sko og ég er alveg sannfærður að ég mun gauka þess að einhverjum áhugasami nemendum, við myndum að reyna að skoða þetta varðandi vettvang og hvort hann hafi áhrif og hvern tíðni vettvangsins er í svona eins og manndrápsmálum. Já, þegar ég starfaði sem blaðamaður fyrir Norðan og Akureyri þá man ég eftir frétt sem ég skrifaði fyrir tíminn líður nú svo hratt en ég hef svona tilfinningu fyrir því að séu kannski 15 ár síðan og þá var einhver könnun sem mældi sko 8 Akureyringa við að fara til Reykjavíkur engum vegna þess að þeir upplifðu sig öryggislausa í miðbænum og engum að næturlagi og það var örugglega einhverju leyti byggt á einhverjum gögnum en það var líka þessi tilfinning manni að hér væri sko hlutfall eða svo sagt hér væri bara langhættulegast að vera. Sko við kollegarnir hérna í félagsfræðinu og afbrotafræðinu sko við höfum svona reglulega verið að mæla til dæmis öryggistilfingunum borgarana á Íslandi sko. Og þar kemur í ljós að Íslendingar þeir óttast mest miðborgina. Já. Þá líka við Reykvíkinga það á við þá sem til þess búa á Austurlandi sko sem óttast miðborgina. Og kannski hafa ekkert komið í miðborgina sko, það er mjög langt síðan sko. Og óttinn virtist vera þannig, hann virtist sér áhyggjuna, hann virtist vera mestar eftir því sem fjær drógu miðborginni sko. Og svo eru þeir sem byggu kannski í miðborginni að nálutinni, óttinn var minnstur þar, en hann var samt til staðar. Hann spyr hérna, óttast þú að ganga einn að kvöldla í helgi í miðborginni. Þá sáum við alveg að það var svona áhyggjur, talsverður óttir svona við miðborgina, en hann var oft meiri meðal þeirra sem kannski byggu fjær miðborginni og mikið kannski meðal kannski eldri kvenna eitthvað slíkt sem myndi aldrei fara niður í miðborg sko. Þannig að það er eitthvað annað í gangi en kannski raunverulega breytnin sjálf að vera að fara í miðborgina því að það virtist draga úr þessum óttu áhyggjum ef þú vart niður í miðbæ eða varst nálægt miðbænum og þá dróðaður óttaðinum við miðbæn en hann hvarf ekki alveg vegna þess að við sáum alveg að miðborgar íbúar hefðu líka áhyggjur af miðborginni en oft var óttinn og áhyggjurnar mestar kannski að þeim sem minnstar líkur voru á að vera í miðborginni sko. Er hægt að Helgi Gunnarsson afbrotafræðingur maður þarf alltaf að minna sig á það að drjúgur hluti þeirra sem að fylgjast með samstöðunni eru hlustendur og menn detta inn í útvarpsþætti hjá okkur á samstöðunni og hafa kannski mist af kynningu en ég er sérst að ræða við Helga Gunnarsson afbrotafræðingum manndrápsmál á Íslandi
Helgi, eitthvað sem bendir til þess að Ísland sé sannlega óöruggara land nú 23.4.2024 heldur en fyrir 1 ári, 5 árum, 10 árum eða 20 árum? Nei, það held ég ekki, við erum ekki óöruggara land en áður og það ekkert í gögnum sem beinlínis bendir til þess að við ættum að vera óöruggari. Við erum í fjölbreyttara samfélagi en við vorum kannski fyrir 20 árum síðan. En ég man til dæmis, þú veist, 1990, 2010, þá var áhuginn þeirra miðbæðin til þess miklu meiri en það virðast í dag. Það var mikill fréttaflutningur ofbeldismáli í miðborginni og menn bara töluðu mitt borg óttast, það það sem hugtækja kom, borg óttast og þetta svona 1990, 2000, 2010, þetta svona í kjölfara því þegar bjórinn er leyfður sko, þegar bannið var afnumið sko, þá fóru smá saman að reisa hérna margar krár og rísa margar krár og barir og miðborgarlífið einhvern veginn fekk þannig að dálítið mikið líf og menn virtust að mörgulegt ekki kannski kunna fóta sig í þessu nýja umhverfi sko. Það var tímabil líka þar sem að var frjáls opnutími og frjáls opnutími, það var alls konar svona þegar menn voru einhvern veginn sko, svett sér sko. Og þannig að það var svona hálfgelt vilda versus ástæðan sem var 1990 og 2010 og við fengum upp mörg alvarleg ofbeldismál það voru nektarstaði líka á fullu nektarstaði voru hérna kringum aldamótin sko, það voru einir 14 nektarstaði sem voru starfræktar á Íslandi og 4 held ég í miðbænum bara já, út á landi líka það voru 4 bara á Akureyri voru í Vestmannaeyjum, voru í Reykjavík og voru í Kópavogi, það voru hérna einir 4-5 hérna niðri í miðborg þannig að miðbæjarlífið var allt mörguleiti svona talsvætti viltara og mikil ölfun og við fengum í alvarleg ofbeldismál og það var kannski má segja, kannski einhverju liti bara tekið á því sko. Þannig að í dag fyrst mér einhverju liti umræðinu miðborgina, hún er miklu svona það er svona meiri rósemdi yfir umræðin en meðan við eins og var hérna 1990, 2000 og 2010 þannig að varandi það hvort að við séum eitthvað óörgar í dag en áður, ég held að það sé svo ekki og svo fyrir utan það svona alþjóðlega mælingar það sem eru verið að svara sambarlegum spurningum á milli landa, þá kemur í ljós að það eru fáar þjóðir sem finna fyrir eins miklu öryggi í sínu sem sagt byggðalagi eða í sínu hverfi þar sem menn búa, þannig að það eru margir slíkir jákvæðir þættir í varandi íslenskt samfélag og öryggi sko. Svona í lokin Helgi að því ég myndist enni ingangi á hnífa. Nú veit ég ekki hvort vísindalega könnun er ræða eða bara einhverja sjálfstæða athugun hjá skólastjórnanda en ég tók eftir því í þætti hjá Ríkisútvarpinu en þetta helst held ég að hafi verið að 7% nemenda við einhvern grunnskóla annarkvort höfðu íhugað að það voru með hnífa á leiðinni í skólan og úr honum og samkvæmt svörum barnanna að mestu leiti til að gæta eigin öryggis, ekki það þau ætlaðu að stinga aðra en manni bregðan á mig svona. Já, það er vegna þess að sko hnífar geta verið stór hættilega, það er líka um eina stungu og við komandi getur bara dáið hreinlega sko, þannig að þetta veldur áhyggjum og við höfum raunlega farið gegnum dálítið þessa umræðu og sérstaklega í fyrra því að þá voru að koma upp mál þar sem bæði krakkar voru að bera hnífa og jafnvel nota þessa hnífa og beita þeim. Mér sýnist að mörgu sko að svona umræðan sem hafa farið inn í skólana og til krakkana að það hafi raunlega eitthvað gerst sko. Ég er svona eitthvað leyfi mér að trúa því sko að umræðan hafi leitt til einhvers að menn setja meira spurningamerki við það að minnstakosti að bera hnífa á opinberu vettvangi. Sko, nú man ég það bara sjálfur, ég alveg vissum að þú manst það líka þegar maður var í æsku að það voru oft með svona eins og kallan dálka og vorum með hnífa og við vorum að ytta og gera alls konar hluti með þessa hnífa en ég man aldrei eftir í byllinins að við höfum hugsað þetta einhvern veginn þannig að þetta veri hnífur til þess að verja okkur eða beita kakvart öðrum. Nei, ég sá aldrei einn einasta hníf í skólatösku eða veit aldrei á hnífi í minni skólagöngu. Nei, það sami á mér sko, en ég man að margir voru með hnífa. Bara að leik sem sagt, krakkar í leik og voru jafnvel að fá þetta bara í gjöf eða fermingagjöf eitthvað, en með mismunur á illa sko, með það sko. Ég held sér rétt, já, að svona hnífar voru svona, þannig að hnífur í sjálfu sér heldur að það er þessi merking hnífana, túlkurinn á þeim, sem hugsanlega kannski hefur breyst að einhverju leiti meðal tiltekina hópa hjá okkur á síðust árum, sérstaklega meðal kannski drengja eða karla, að það sé, já, bara sjálfsagt og sé kannski nauðsynlegt að bera hníf
til þess að verja sig fyrir einhverju sem þarna úti. En menn átt að setja ofta af því og tala ekki þegar vímefnir eru sögu að það þarf ekki mikið til þess að í þessari vörninni þá ert þú allt í einu bara að nota þessu að einhverjum öðrum með hörmulegum afleiðingum og því miður að þá höfum við málað því tægi sem á komið upp hjá okkur. En ég að leyfa mér að vona að þessi umræða sem var þetta sérstaklega í síðasta vetur að hún er leitt til einhvers jákvæðs með það að taka alvarlega á hnífaburði, að hnífaburði ekki eiga sér stað, er eitthvað sem bara eiga að vera þannig að við erum ekki að bera hnífa á opinberu vettvangi. Því að það bara býður hættunni heim og ég er mér að vona það. En kollega mínir, jafnbrotavarnir sem ég er að starfa með, þeir eru núna bara eins og við erum að tala saman. Þeir eru að grannskoða gögn lögreglu varðandi hnífaburð og mál sem hafa komið upp sem tengjast hnífaburð ábeldismál. Þannig ég bara, er bara með þeim, við erum auðvitað bara hópur fólk sem er bara að rannsaka ákveðna hluti og við erum að fara að hittast fljótlega og fara yfir bara niðurstöðunar af því þannig að þetta er bara eitt af þessum rannsóknarverkunum sem við erum bara alltaf með í gangi, einhver rannsóknarverkunum þetta og önnur spennandi sem við erum að velta upp í okkar starfi Rétt í blálókin er þetta fólk af okkar kyni bara í 95% tilvika sem að fremja þessi ofbeldisverk hvernig er? Ef þú skoðar bara fjöldan allan, þar að segja þeir sem fremja ofbeldi, að þá sjáum við svona félagslega einkenni ákveðin svona oft svona kannski brotin bakgrunn, svona við getum persónulegan eða félagslegan. En það eru líka bara einstaklingar sem eru bara eins og hver annar En er þetta allt kallar? Það er miklu meira bara kallar ef við tökum svona manndráp, það eru 90% kallar sem eru að drepa Strákar og kallar. Já, og þeir eru með að drepa aðra kalla 80% Þannig að þetta eru bara meira og minna bara kallar að drepa aðra kalla Og jú, það er einhverjum konur sem eru að drepa, en þær drepa maka sinn eða einhvern sem er í ástarsambandi við og börn sín þú veist, það er einhverjum ekki mikið þetta en eitthvað Þannig það er raunverulega að orða þetta bara svona. Eitt hræðilegt mál í Kópavogi nýlegt. Já, maður lítið, þeir koma upp þessi mál og þeir eru bara hræðileg, þetta er bara harmleikir, en þetta er heildarmyndin að þú tekur manndráp þetta eru fyrst og næst ungir kallar að drepa aðra unga kalla þetta er bara 90% og þetta er í sjálfsvegar ekkert mjög ósvipa elendi og þetta eru sem sagt þá og konur að drepa einhverja ástmenn eða fyrirverandi ástmenn sína eða einhverja uppgjöri við þá eða þess vegna þú veist Stockholm syndróm við erum í ábyrgðissambandi og er að svara þannig að það eru dæmi að því tægi þannig að þetta eru kallar það eru þetta sem maður getur sagt með svona afbrot og ofbeldisbrot og í auðgunarbrot og meira þetta eru meira og meina kallar sem eru að fremja þetta og yngri kallar þannig að ef við myndum fara að hafa okkur eins og konur þá myndum við vera mun rólegar að líta setja okkur í samfélaginu þyrftum ekki óttast mikið að labba einir út af gangi Það verka að vinna Já, verka að vinna þannig að konurnar eru hvað þetta snertir minnst að þá er það ekki eins stórar til verka eins og kallandi Nei maður svona hálf sér eftir að hafa brósað hvað þá leið því þetta eru þetta alvarlegu málaflokkur Þetta er alvarlegu málaflokkur, alveg klárlega en það er svona að maður skoðar þetta svona í heilsinni sem svona marsbúi þá blasir við mann ákveðin mynd veist, af því að þetta eru meira og meina bara kallar yngri kallar sem eru að fremja þessi brot og þá er þetta að hugsa með þessi hvað er að gerast til þess varðandi hlutverka grunnin í samfélaginu hlutverk kalla og hlutverk kvenna í samfélaginu er ekki eitthvað er þetta ekki eitthvað sem þarf að skoða varðandi væntingar til kalla, til kynhlutverks karla, hvað er einhvern að gera þegar við tökum fangelsin, þetta er allt meira og minna bara kallar, ekki þyrftum að vera öll þessi fangelsi og þessa miklu stjórnleysi sem það er ríkjandi varðandi boðunarlista og fleira því tægi, þetta er allt bara meira og minna karlar, þetta eru kannski 5-10% konur eitthvað slíkt, það eru þetta til staðar en fyrst og fremst kallar og það er daburt, þetta er daburt fyrir hlutskipti karla, það er oft verið að tala til dæmis að við búum í svona feðraveldi, að við búum í samfélagi kallarni stjórna öllu, en þessi flötur sýnir að minnst að orða það þannig að svona gjald karlmennskunar er ansið þungt fyrir mörg okkar og ansið slæmt að vera þólandi og svo eru þólendur og það eru aðri karlar og stundum er þetta sem við taka manndrápin og ofbeldisverk og oft er þetta þannig að því að við nefndi þetta er oft svona, það eru tengslan á milli að oft er það jafnvel bara svona tilvíðum hver verður gerandi og hver verður þólandi
Kæri þakki fyrir komuna, Helgi Gunnlaugsson, og gangiði vel við þínar rannsóknir og takk fyrir að koma og upplýsa okkur hér þessi mál sem að margir eru að tala akkurat þessa dagana. Takk að þér sömuleiðis. En við víkjum þá yfir í aðra sálma. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, við ætlum að fjalla kvennaverkfall og hingað komin Valgerður Pálmadóttir sem nýdoktor í hugmyndasögu hérna við Háskólann og þú varst hérna með erindum helgina kvennaverkfall og mér langar að fá þig hingað til þess að fræða mig það. Ef ég má byrja kannski af því að þú varst að spanna svona til það langa tíma og getum við byrjað einhvers staðar uppaf en við getum líka byrjað við enda. Það var kvennaverkfall hérna í haust og við vorum svolítið hérna bæði fyrir það og eftir það svona að reyna, þú veist, hvað var þetta? Af því að það voru svona það náttúrulega fólk upplifði, fyrst og fremst konur, upplifði svona mikla svona samstöðu og eitthvað svona kraft en svo maður alltaf að spyrja sko, en hvað? Hvað var hérna, hvað gerðist þarna? Hvert þetta kvennaverkfall að fara? Af því það er náttúrulega femíníska hreyfing alls konar, með alls konar hólfum og stundum ekki svona mikil samstaða en þarna eitthvað svona samstaða og þá var alltaf spurningin en hvað? Og það ég kom með alls konar sjónarmið og kannski alls konar sjónarmið og það ekki eitt svar. Já, þetta góð spurning og þetta hefur einmitt kannski verið dálítið svona já, þetta svona spurning sem að tengist þessari kvennaverkfallshreyfingu mjög náið að það hægt að sameina konur sem hóp, sem pólitískur gerandi hvaða hagsmuni eiga konur sem hópur. Þetta konur sem eru kannski bara frá mismunandi stéttum, þetta allt frá, við erum að tala hérna Katrínu Jakobsdóttur sem að tók þátt og allt niður í sem sagt konur, erlendar konur sem eru kannski að þrífa hótelherbyggi og hérna Þetta frá þeim sem hafa rofið glerþakki og til þeirra sem að kannski lifa í glerbrotunum neðst. Já, einmitt. En það hefur svona kannski, svo ég vísi svona í kannski þessa alþjóðlegu kvennaverkfallshreyfingu sem að fór á stað svona og eftir 2016 að þá var það sko það sem að var kveikjan að þeirri hreyfingu var í rauninni eða oft rakið til Póllands 2016 þar sem að þær ákveðu þá að blása til kvennaverkfalls til þess að mótmæla þessum hérna lögum sem átt að banna meðgöngurof og þær töluðu það margar þessum fórspörkum að þær hérna sem sagt urðu fyrir áhrifum frá og fengið innblástur frá Íslandi frá kvennafríinu 1975 og þessari miklu kvennasamstöði sem að spratt fram þá og að maður segja til dæmis svona málefni eins og til dæmis rétturinn til eigin líkama sem að spurningin hérna réttin til meðgöngur og snýst að þetta eitthvað svona sem að snertir konur af öllum stéttum maður segja sömulegis oft talað sko ofbeldi gegn konum að þetta svona kynbundið ofbeldi þetta eitthvað sem sameinar allar konur hvar í heiminum sem við erum og hvaða stétt sem við erum en hérna þau sem hafa svona stúderað þetta verkfall hérna svarta mánudaginn í Black Monday hérna í Pólandi tala að eitt lykillinn að þessari samstöðu sem að náðist var að það var einhvern veginn hérna í orðræðu skipleggjenda og þáttakenda þá var taldið mikið talað þess að stétta vitt að hérna að sko, jú, þetta eitthvað sem að snertur okkur allar en ekki alveg á sama hátt þannig að hérna og þá var til dæmis talað það hérna hvernig að þessi lög væru að mörguleiti árás á konur úr hérna lægri stéttum sem að hefði til dæmis minni möguleika
á því að fara svona í kringum löggjöfuna. Verður kaupmannahafnar eins og íslenska konur gerðu kannski. Já, einmitt. Þannig að millistétta konur eiga kannski meiri möguleika á því að mitt fara annað og bjarga sér milli fylgja í Bandaríkjunum og svona við þekkjum þetta. Já, þannig að, og það hefur verið talað um það, einmitt þessi áhersla að tala um þetta, að þetta hefur við sko virkjað konur þá kannski sem ekki áður hefur tekið þátt í kvennabaráttu sem hefur kannski haft oft orð á sér fyrir að vera svona eitthvað millistétta fyrirbæri. Síðari ár kannski. Já, en svo ekki kannski 75, myndur þú segja það að það hefur verið einkenni þess verkfalla? Nei, þetta frekar síðar á sem að millistétta feminismi, ég held reyndar sko að það sé ekkit endilega sko, það talað um það eins og í tengslum við þessa kvennaverkfallshreyfingu þá, það margir sem hafa talað um að sko hún hafi endurvakið svona feminisma sem breiðfylkingu, að vera að tala um sérstaklega að vera að leggja svona mikið áherslu á efnahagslegt réttlæti og eftir eitthvað svona tímabil af sko frjálslyndum feminisma sem hafa snúst eins og þú varst að vísa í áðan svona. Já. Snerist svona valdeflingu einstaklingsins og að hver kona ætti að hafa sömu tækifæri og kall en ekki hort á kannski svona félagslegu mismunun sem að í samfélaginu. Akkurat, já, að það hefur verið svona einmitt svona kannski mikil áhersla á þetta með að eiga sér fulltrúa á í efstu í stjórnunastöðum eða í valdastöðum í samfélaginu, þessi umræðum að brjóta glerþök og Katrín var í þessu sáðundur fyrir mig gæti pólskur innflytjandi sem að skúra hótel sagt að það kannski ekki alveg sýnilegt hvað það var ekki mikið batnað hennar staða kannski versnað. Já, kannski að þá einhvern veginn komið að eins og hún Gyða Margrét Pétursdóttir sem prófessor í kynjafræði í háskólanum, hún talar um það að við höfum lifað lengi á einhvers svona tímabili sem að einkennist af svona áru kynjajafnréttis. Ísland hefur svona verið á toppi svona ýmissa svona lista, samanburðarlista kynjajafnrétti og svoleiðis og þá alls konar svona atriði sem eru tekin fram að það hafa konur komist í þessar æðstu stöður, við hefum haft kvenforseta, forsætisráðherra, mér sé að samkynnaðan forsætisráðherra konu, þannig að við skorum hátt þar og þá hægt að segja já, réttbirti komið, en svo að maður skoðar þetta aðeins öðruvísi, einmitt hefur staðan batnað fyrir verkakonu af erlendum uppruna. En á þetta ekki við eiginlega alla svona mannréttindabaráttu, getur ekki sagt þetta baráttur svartra í Bandaríkjunum að það hefur verið gríðarleg breyting á síðustu 60 árum. Já, millistéttar manni menntuðum á austurströnd Bandaríkjanna en kannski sáralítil breyting hjá fátækri svartri konu í Suðuríkjunum. Það svona ávinningurinn af frelsisbaráttunni að hann bara leggst æði misjafnlega. Það er einmitt máli að það er svona þetta með þessa svona kannski frjálslyndu réttindabaráttu eða svona eins og sem kannski sumir hafa gagnrýnt fyrir að það verður eitthvað svona tóken eða svona að vera svona tákgrænt að við erum núna það er þú veist eitt svartur karakter, það er ein kona það er ein trans karakter ef við tölum svona svo bíómyndir eða svoleiðis en þá er það líka svona kannski eins og feminískur heimspekingur fræðikona Nancy Fraser hefur talað um að það hefur verið svo mikil áhersla á þessu viðurkenningu viðurkenningu á mismun og margbreytileika og allir að fá sjást og heyrast og þannig og þá hafa verið kannski einmitt orðið til þess að kannski sem alltaf jákvætt að mörgu leyti og það spurninga alltaf ekki hægt að aðskilja þetta alveg, það er einhvers konar félagsleg. Það hjálpar okkur kannski ekki í sárum raunveruleikanum að hafa eitthvað svona tákmyndur árangur ef við finnum það ekki bara á eigin skinn eða sé eitthvað árangur. Já, og þá getur náttúrulega talað inn í þessa mýtu eða svona þessa hugmynd það þú ert nú duglegur þá getur þú líka eignast bens og villu. Sem að því og hinn endin á því það ef þú ert fátæk að þá bara eitthvað þér. Já, einmitt. Akkurat. Þú er ekki tekti nógu langt eftir bata og þú er gefist upp og í sjálfum sér getur við ekkert gert í því, það er bara þitt persónulega vandamál og eru lyft við því. Það er einmitt og svo, en þetta hafa einmitt feministar á Íslandi gagnrýnt með frasanum
sem var skamstafið í K-þ-b vafdi eða konur þurfa bara að vera duglegri við að það er náttúrulega líka hluti af þessu, þetta svona ábyrðinni varpað á einstaklingin en þá svona einmitt svona sko, þá er það spurningu svo hvernig er lykillinn að einhverju svona fjölda samstöðu eða endurvekja þá eða svona, hvað ég segja endurvekja feminisma sem fjölda hreyfingu eða svona finna þessa róttækni í sko, já, ég veit ekki hvort maður þetta segja aftur að róttækninni eða aftur hvarf eða að því að það er alltaf eitthvað nýtt sem við erum að kljást við sko. Þörfin á svona einhverju svona endursköpun til þess að láta hreyfinguna sko, þjóna nútímanum einhvern veginn. Ég, Women Mars, sem að var alltaf ekki verið 2016, þannig að þegar Trump var kjörinn. Já, einmitt. Þá var maður svona aðeins að fylgjast með þessu að því að þetta var svona hreyfing sem að verða til og það fannst maður að vera mjög áberandi að millistéttar feministarnir urðu að víkja aðeins og hleypa inn í hreyfinguna fleirum. En síðan sprakk náttúrulega skipulagning meðal annars út af því í slíku og kannski var það ekkert svo mikið út úr þessu. Ég veit ekki hvort þú hafa fylgst með þessu eða hvort þetta sé hluti af þessari svona kvennaverkfalls baráttu en þau voru hann að gera svona massa til Washington eins og fleira. Kveikjan að því var náttúrulega kosning Trump. Og ég myndi segja að þetta sé svolítið hluti af svona sama sögulega mómenti að það er þessi Women's March sem að spratti mitt var það ekki kveikjan að því þegar Trump sagði eitthvað grab them by the pussy og svo fóru konur að búa sér til svona bleikar einhverjar pussyhúur og þannig sko og svo er það náttúrulega MeToo-hreyfingin sem að sprettur fram á svona svipuðum tíma og Íslandi voru við búin að líka eiga okkar eigin, það hafði verið svona talað með þess að tilfinningabildingu og svona frásagna af ofbeldi, kynbundnu ofbeldi og áreitni hefði verið áður og svo náttúrulega Free the Nipple þetta er svona sko, þú veist að þetta er náttúrulega líka eitthvað þessi reynsla af kynbundnu áreiti og áreitni og ofbeldi er eitthvað svona sem er sameinandi afl en þá er það einmitt svona sko ef við erum ekki með svona einhvers konar intersectional greiningu á það líka að tala sko stéttavíddina að þá kannski á þetta til að verða kannski að einhver liti brotlaust eða þá að þetta verður svona þá sér maður ofbeldi í svona einhverju svona einangrað frá annars hvernig samfélagið er skipulagt þú veit, eins og til dæmis ef við svo mikilvægt að tala það jú, allar konur kannski og kvár og fólk sem fellur ekki inn í þetta norm á meiri hættu að verða fyrir ofbeldi en svo kannski lýsir ofbeldi sér á mismunandi hátt eftir því af hvaða stétt þú ert og svona þín bjargráð eru önnur og svo er kannski líka ef við tölum sko ofbeldi sem svona kerfiðsbundið og þá getum við talað þá svona eins og kannski arðrán eða þú veist hvernig vinnu þú átt kost á og hvernig komið fram við í vinnunni sem, ef við talum það sem kynbundið, stéttalegt ofbeldi eða maður geti sagt sem svo sko. Það kom fram í þessum MeToo-sögum af því að þetta kom í svona klösum byrjaði eitthvað í leikhúsinu eða ég man ekki alveg hvernig þráðurinn var en svo komu frásagnir innflytjenda í láglaunastörfum og þá fannst mér nú afhjúpast að eins og kannski maður átti alltaf að vita að ofbeldi grasserar í ójöfnu valdahlutföllum og það sem að ójöfvægið mest og það sem að bætist við bæði stéttalegt og eru innflytjendur og kona að þá magnast ofbeldið upp og mann fannst þær sögur einhvern veginn vera einhvern veginn að ég sé gera lítur hinu það var eitthvað svo ég veit ekki bara svona naktar einhvern veginn og bara
og þú veist, skynjaði bara enn frekar sko öryggisleysi kvennanna sem að einhvern veginn eru bara dæmda til að lifa í heimi sem að þær hafa bara ekki völd inn í. Mér finnst þetta að koma fram svolítið í, ég veit ekki hvort var alveg áherslun á þessi svona stéttasjónarmið og fleira komu alveg fram. Í MeToo? Já, einmitt. Já, ég myndi segja það. Það er upplýsingarlág allavega fyrir. Já. Það er einmitt kannski málið með svona, þegar það verður einhvers konar svona eitthvað moment eins og ég myndi segja að feminismin hafi eigi eitthvað, ég veit ekki hvernig þetta er núna, við verðum einhvern veginn að halda áfram að svona, hvað ég segja, að berjast og reyna að halda þessari róttækni og svona þessari, hvað ég segja, fjöldavirkjun, ef ég get notað það orðalag, en sko, svo er alltaf spurningum hvernig við, þú veist, eins og segir, upplýsingarnar eru þarna, þetta kemur fram og svo leið og eitthvað svona moment hefur átt sér stað, eins og þetta, senustu árum, að þá byrjum við að segja sögur þetta og við byrjum svona að ljá sér merkingu og einhvern veginn, þetta verður að einhverju minni og þá finnst mér kannski svolítið mikilvægt að einmitt að við þurfum að halda áfram að gefa öllum þessum röddum rými og við getum líka alveg valið hvernig við túlkum þessa atburði. Tölum við hvenna samstöðu sem einhverja einhlíta eða svo konur hafa allar sömu hagsmuna gæta og allt það í einhverjum svona einföldum mæli eða notum við svona einhvers konar interseksional eða samtvinnandi sýn þegar við erum að tala hlutina og svona við getum alveg svona kleimað þetta moment og svona hvað sé haldið þessari róttæku hlið á lofti held ég sko, og ég held að það sé mikilvægt að því að annars geta þessir stóru svona sigrar eða þessi alveg eins og kvennafrídagurinn 75 orðið að einhverju svona rituali eða einhverju svona hátíð sem við höldum upp á hverju ári og klöppum okkur þú veist, svona mikið voru við duglegar og svo höldum við kannski einhverja minningarhátíðum kvennafrídaginn 1975 og svo fara allar millistettakonurnar á kaffihús og er þjónað til borðs af konum af erlendum uppruna. Það er náttúrulega ekki það sem við viljum. Heldur við viljum halda í þetta. Þannig var það náttúrulega. Núna í haust. Já, kannski að einhver leiti. Veit ekki að stað sem auglýstu svona láfið að væri svona bleikt kampavín og svona vinkonu hittingur og tengslu við þetta. Það er náttúrulega allir að reyna að græða og Jú, sjálfsög, þannig að það er... Og það er alls ekkert einkenni dagsins, en ég meina þetta var bara þarna innan... Já, en svo er það einmitt spurning, sko, eins og við töluðum á sunnudaginn, þá voru allavega 2 af þeim sem að tóku mjög mikið þátt í að skipuleggja hana viðstættar og ég held til dæmis eins og það sé mikilvægt að, sko, vera þó ekki einhvern veginn að skamma skipuleggjendur sem að reyndu sitt allra besta og eru að reyna að virkja og fara á vinnustaði og það, náttúrulega, þú nærð aldrei öllum með og þá er það líka spurningum að reyna, sko, hvað ég segja, skamma þá sem að eiga skammast sín, sem eru þá kannski atvinnureikendur sem að hafa þá kannski ekki, tekið þessi skilaboð til sín, ekki Þú vísar til þess að þeir sem voru kannski svona betur settar konur, að þeir fengu bara frí í sinni vinnu en að þeir sem voru í lánunum störfum fengu bara ekki frí. Já. Og þá held ég sér líka, sko... Sumi voru í launu í verkfalli, en aðrar fóru bara yfirgáfu og voru í raunvurlugu verkfalli. En þetta er náttúrulega kannski mjög svona erfitt að svona, og sérstaklega fyrir fólk sem er að skipuleggja svona viðburð og svona framkvæmt að þú veist að það verður oft svona umræða sem er svona eins og svona, já þetta nú bara eitthvað svona millisetta konurnar eins og það sé verið að svona seima þær sem ég finnst svolítið ósanngjarnt þegar þá maður rauninni að maður reyna að beina, þú veist, skömminni á rangan stað, sko. Þær voru ekki gerendur í þessu. Það eru ekki gerendur í þessu, myndi ég segja mitt. Þannig að það voru einhverjir líklega oftast kallar sem voru þetta í einhverju skugga inn í þessu fyrirtækjum. Já, sem ákveða að við ætlum að hafa opið og við ætlum að ekki að hvetja okkar, styðja okkar konur til þess að taka þátt og... En krafan samstöðu
hún getur náttúrulega sömuleyti verið kúgandi. Já. Við þekkjum það úr svona þjóðernisbaráttu að getur verið bara mjög kúgandi að það verður til svo þröng mynd sem þú verður að ganga inn í að þú eiginlega afsalaðir persónuleikaðinu til að ganga þér inn sko. Og sama getur gerst í svona, ég menna konur eru helmingur af mannkyni og að halda utan einhverja hreyfingu sem á að berjast fyrir sko þeirra stöðu þú veist, ef þú ætlar að bara ná öllu, þú ætlar að taka eins og ykkur sagði á okkur fundi sko, að taka samstöðuna fram við sannleikan að það getur orðið svona útþynning. Já. Og það líklega lítur að vera bara gegnum gangandi svona íhugunarefni allra sem að standa fyrir ykkur svona, að þetta ykkur kompromi á milli sko samstöðunar og að ná öllum svona mikilvægustu kröfunum og það náttúrulega helst frá þeim sem að verða fyrir mest á óréttlætinu og það eru þeir sem að standa veikast og að veikastu rödd. Þannig að það ábyggilega svona kunstinn. Já, það er það og eins og þú segir með sko bara þú veist, eiga allar konur sem hagsmuna gæta? Nei, kannski ekki. Og bara eitt ágætt dæmi sem að ég tek stundum að það er til dæmis það er önnur bylgja feminisman, svona komst á skriðana upp úr, í kringum 1970 og þá voru sko til dæmis, það var mjög stórt baráttumál þetta hitt persónulega er pólitískt sem að náttúrulega er að skilja alls konar skilningi og leggja alls konar merkingu í, en eitt af því sem að var svona svolítið ráðandi og kannski í hópi, kannski þá hvítra feminista og að það var þetta með hvað heimilið var í rauninni svona kannski kúandi staður, þetta er svona eins og þetta tímabil eftir. Þetta er svolítið komið aftur sko, þetta er kannski áhersla sem að einhvern veginn gleymdist, stundum fyrst manni það að því að þetta umræðum þriðjuvaktin og svona, en ég er svo gamall sko, ég man alveg eftir auðsókonum og stór hlusti að baráttunni var þetta sko. Já, það er rétt, það er mitt sko, það er þessi, það mitt verið tala það, sko, þú veist, þessi barátta fyrir að sko komast út af vinnumarkaðin, að það væri sko, það er eitthvað frelsi fólki í því, það er fjárhagslegt frelsi og sjálfstæði, af því að þú ert inn á heimilinu þá þú færð ekki laun fyrir heimilis, þetta er ólaunuð heimilistörf. Svo líka ef þú ferð út á vinnumarkaðin og getur þar verið að berjast jafnstöðu við kallana hvað sem fólk er að berjast þar, svo ferðu heim og þá þarfst þú að taka allt heimilið. Já, það var eins og hún aldraða tengdamóðina og guðmaður hvað ekki sko. Akkurat, að það er eins og hún bandaríski félagsfræðingurinn Arlie Hochschild, hún skrifaði þessu bók Önnur vaktin og ljóði þá þessu hugtæki nýja merkingu þarna og talaði þetta, konur streymdu út á vinnumarkaðinn og fengu þá bæði náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega eitthvað líf líka svo eignast af því að þegar að sko í kjölfariðinvæðingar og allt þetta verður kjarnafjölskyldan til og þetta verður náttúrulega svo mjög einangrandi að vera kannski, fannst mörgum og bara einmannalegt að vera lokuðun á heimilinu að vinna ykkur störf sem að eru bara svona ykkur hringrás, þú ert ekki að skapa neitt og þú ert ekki að fara út í heiminn og hitta fólk og við vitum allir það líka, vinna er líka eitthvað svona bara svona, hvað ég segja, sjálfsraungerandi, þú verður einhver með einhverjum jafningum þarna úti en svo var þetta frelsi var þá svo gjaldið fyrir það, einmitt eins og þú segir að þú kemur heim og þú fórst að þvo þvottinn og hugsa börnin og ringi tengdu og allt það. En það sem er líka áhugavert í þessu, hvernig sko baráttumálin, kannski litist á þessu og þetta er alveg skiljanlegt baráttumál, en svo við tökum sko gagnrýni frá mörgum þá svörtum konum í Bandaríkjunum og þess að áherslu á það að heimilið væri sko eitthvað svona kúandi staður, að þær gagnrýndi þetta, þessi áherslu bara, sko, fyrir okkur er heimilið líka griðastaður af því það er griðastaður frá rasismannum sem við upplifum þarna úti. Og við erum líka í okkar fjölskyldu og með okkar maka sem er kannski líka öllum líkindum líka kannski svartur og við erum saman í ykkur, þannig að okkar barátta er ekki alveg nákvæmlega eins og ykkar. Þannig að það er ótrúlega mikilvægt að hafa með í huga þessi, þú veist, hvernig
já, hvaða baráttumál fá mest rými, og þú segir sannleikurinn, hver er minn sannleikur, hver er sannleikurinn hvað sé að mitt misjetti eða hérna, þú veist. Svo eitt sem getur verið líka ef við erum að horfa á svona millistétti, ef að millistéttar konur hafi dregið femínísku baráttuna fram að þessum tíma sem að við erum kannski að tala að þá gerist það líka náttúrulega að með svona bara bættum kjörum og það að þessu 2 fyrirvinnur á heimilinu og öðru slíku að þá var svona hluti af heimilistörunum bara outsourcað til vinnukvenna sem oft voru sko lágstéttar konur sem að þrifu heimilið og eitthvað svona, þannig að kynja átökinin á heimilinu hjá millistéttinni er mildari heldur en þú kemur inn í lágstéttina sem að hafa ekki efna á því að bara kaupið í burtu með vinnu kvenna sem lánuna kvenna. Einmitt, þetta er mjög góð punktur og þetta sýnir líka hvernig hvað sé átökin milli þá einhvers konar frjálslinds feminisma sem er þá svolítið svona einmitt einkennist af kannski einstaklingshyggju og og hvernig sko takmarkanir þess konar feminisma það þjónar alltaf ekki hinum sem eru undir sko. Nei, akkurat þannig að það er eins og þetta sko, eins og þú komst inn á áðan með sko fullkomin samstaða á þá þinnast málefnin, það veist við verið talað um það sko að í kjölfar svona í kringum og eftir, svona þegar önnur bylgjan fer á skrið að þá verður líka eins og kvenna rannsóknir komast líka á skrið og allar þessi umræður býtum við konur eru bara búa við mjög margvíslegar aðstæður og og það bara hafi verið alls konar bara átök í feminískum fræðum, þú veist, hvað er hinn feminíska barátta, hvað er samstæðan hvað og allt þetta en ég skrifaði svolítið þetta í doktorsritgerðinni minni það sem var sko, það sem ég svona heila færi rauk fyrir því að fólk var svo þreytt á því eða konur í þessum baráttu fyrir svona alþjóðlegri feminísku baráttu þreytt á þessum hártónum hvað er kona, er konan til þú veit, þetta var svona svo líka þegar poststruktúralismin kemst að skrifa og svona og þá svona við verðum að finna eitthvað baráttumál sem að saminar allar konur og þá er það einmitt ofbeldi og svo getur það einmitt eins og komið náðan að það getur líka orðið dálítið þunnt baráttumál ef það er ekki eitthvað svona samfélagsleg greining á bakvið og það náttúrulega ef allir eru sammála og það er bara fullkomin samstæða, þá erum við að fela það er ykkur átök að undir. Það eru oft mismunandi hagsmunir. Það er þess vegna sem við erum líka í pólitískri baráttu og það er kannski mikilvægt líka að halda því svona, hvar eru átakapunktarnir? Hvar eru hagsmuna árekstrar? Áttu við að það sé eitthvað sem að við sjáum ekki inni í ofbeldinu eða áttu við að áherslan á ofbeldi geti leyti þess að við sjáum ekki annað misrétti sem að bæði kemur út af að fólk eru konur en líka að fólk eru af lægri stéttum og það magnast þá upp að við sjáum það ekki og þá erum við bara að tala ofbeldið og það er leiðilegt að segja þetta svona bara svona, það við erum ekki að gera lítið úr því baráttuhöfni en þú veist að koma tímabil það sem er lögð áherslu á það að þá hverfur eiginlega athyglin á annað og það er það sem er kannski að vakna þarna til dæmis að því við fórum til Bandaríkjanna á það fannst mér vera svolítið augljóst að það væri svona vilji til þess að draga inn önnur element inn í kvennabaráttuna það sko, ég er alveg samanlega þessu að það getur verið mynd svona að dregur athyglinna frá öðrum málefnum og svo er það líka, ég meina til dæmis sko við hefum alveg séð það gegnum tíðina hvernig svona sko svona proto-feminísk orðræða er svona hijackuð eða þannig af kannski einhverjum ráðandi öflum og það er alltaf þekkt þegar að Bandaríkin notuðu sem sagt mannréttindi afganskra kvenna sem yfirskinn til þess að ráðast inn í landið og þetta er til dæmis sko þá verður maður einhvern veginn að fatta bitun og við, hvað er í gangi hér sko og og svo náttúrulega er það líka
þráður sem að hefur kannski fyllt svona kannski, maður talar kannski vestrænan en hvítan feminisma, það náttúrulega líka eins og annari svona, hvað sé, mannréttindabaráttu oft, að það svona það þetta hvíti bjargvætturinn sko, sem að kemur og það við heldur líka valda misræmi, ef að koma hvítar konur sem með sinnskilninga og hvað frelsi kvenna og allt það og þið eru svo kúaðar og svo fyrir og þá... Réttindi samkynniður er líka mikið notuð í þessu tilgangi. Já, og við sjáum það líka núna, til dæmis eins og í Palestínu, að þá og ég að fylgja á samfélagsmiðlum einhverjum hópi sem er Palestinian Feminist Collective, þar sem að þær eru að leggja svolítið mikla áherslu á þetta. Það er ekki gott fyrir okkur, það gagnast okkur ekki að þið séð að skrimsla veiða mennina okkar, syni, bræður, feður. Núna, sko, við erum að kljást við annar, núna er sko, þetta er heimsvalda stefna og sko, nýlendu yfirgangur. Og enduróma, sko, röddum sem að koma innan úr nýlendu. Já, einmitt. Þannig að þetta það passið ykkur að við getum upplöðið ykkur sem andstæðinga, ekki samherja. Já, þannig að það er bara svo ótrúlega mikilvægt þess að, sko, maður áttar sér alltaf meira og meira á mikilvægi þess að vera með einhvers konar svona samtvinnaða greiningu, bara í allri svona mannréttindabaráttu, held ég. Ég stundum tala við fólk baráttu samkynniðri alveg frá svona 8. áratugnum og 9. áratugnum og þú kannast við að það voru svona átök þar svona fyrir ekki svo löngu síðan það, þú veist hvert hreyfingin ætti að fara. Já. Og þegar maður er að hlusta á fólk segja þessa sögu og það var náttúrulega mikil svona fólk er náttúrulega mikla persónulega tengsl við baráttusögu sína, það sem er að berjast fyrir bara eigin tilvist og svo fer þróunin eitthvað sem að það kannast ekki við og finnst það ekki tengja eins mikið við og þar finnum maður þetta sama, við eigum þessa baráttu saman og verðum að hafa hana saman. En svo kannski rúmustu ekki inn í henni og þá hef ég alltaf verið að spyrja sko, fólkið getur ekki bara verið það að samkynniðir og hinsegin fólk og kynsegin fólk er bara orðið svo fjölmennt að núna rúmar baráttan bara miklu fleiri herbergi og þörfin á því allir séu einhvern veginn í sömu baráttunni að hún sé farin og þetta ætti náttúrulega miklu frekar við konur að þú veist getur er eitthvað svona móður barátta sem að getur umverulega haldið þessu öllu saman. Kannski er það bara gaman að reyna það en ég menna ekki reikna með þess að hægt sko. En þetta er rosalega áhugaverð pæling og tengist á líka svolítið svona inn á þessar umræðu þá hvenna verkfalls hugmyndina sem einmitt snýst þetta að allavega í þessari nýju mynd sko, þessari alþjóðlegu kvennahreyfingu og líka hér á Íslandi núna að við getum svona hugmyndin er svolítið við getum víst sameinast. Við þurfum ekki að vera sammála nákvæmlega allt. En við þurfum að koma svolítið upp úr þessu, það er kannski þetta, þú veist eins og sem hafa talað að ef við festumst í svona, hvað ég segja, sjálfsmyndar pólitík og svona litlum hópum og við eigum ekkert sameiginlegt með þú veist þetta er náttúrulega þekkt innan bara, þú veist, þetta er líka kannski bara einn ástæði fyrir því að vinstrið er alltaf tvístrað að það tekst ekki saman að stóra hreyfingu að því að nei, við erum mástar, nei, við erum trotskístar, þetta er alveg þekkt þema. Þetta peningahagsmununa sem að samina hægrið. Já, en svo er það kannski líka því að þú veist, það er kannski svolítið viðlóðandi þetta kannski vinstrið og þessar mannréttindabaráttur sem eru oftar á vinstri vengnum að það er bara svo mikil sko, það er mikil sjálfskoðun í gangi, það eru alls konar kenningar í gangi upphaf eða svona þú veist, upphaf missettisins eða hvernig þetta einkennist eða hverju eru lausnirnar að þá stundum svona missum að það er svona sjónar með á stóra markmiðinu sko og þannig að mér finnst eins og sko það er það sem að gladdi marga við þetta kvennaverkfall bara heyrðu, já við erum alls konar
og baráttan hefur mismunandi blæ og mismunandi svona kannski stöða mismunandi svona, og meðal mismunandi hópa, en það samt eitthvað sameiginlegt og það til dæmis þessi áhersla á hérna eins og jöfnuð og eitt af því sem hefur svona skapað var svona drifkraftur fyrir þessa kvennaverkfallshreyfingu, það er þessar hérna aðhaldspólitík í kjölfar nýfrjálshyggju, þar sem verið að grafa undan velferðarkerfinu til dæmis, þá séð maður, þetta eitthvað sem við töpum öll á. Þú veist, við allir þessir hópar, þó við séum skilgrunnum okkur á mismunandi hátt og allt það, þá eigum við mikilvægara sameiginlega hagsmuna að gæta hér. Sko, maður getur svona ímyndað sér að þetta séu svona eins og bara tjaldbúðir. Þarna eitt tjald og það eru lesbíski feministar og þarna eru svartir feministar og þarna eru, við getum bara haft, þannig eru samkynniðir og þannig eru fatlaðir og þannig eru umhverfisinnar og á svona gegnum nýfrjálshyggju tíman, þá voru allir að bara berjast fyrir sínu, af því að það var eitthvað svona trú það að hugmyndabaráttan væri eins og markaður, að allir eru bara að berjast fyrir sínu og svo eru bara eins og eitthvað samkeppni á markaði og þannig myndi það nást. En svo kannski vaknar fólk upp við það kannski eftir 2008, að þarna almenningurinn hann á milli sem ætti að halda hinni almennu baráttu uppi, að við höfum ekkert sinnt honum. Við höfum eiginlega ekkert verið í því að svara því á milli okkar hvernig samfélag ætlum við að byggja upp til þess að svartir feministar og lesbíski feministar og umhverfissinnarnir geti náð árangri, því að raunlega staðan kannski þannig að ekkert af þessu tjöldum mun vinna nema við vinnum almenningin hérna í miðjunni. Og í almenningurinn miðjun kannski 80% af öllu því sem hver einasti hópur vill er sigur sem þar og forseta fyrir því að vinna þarna. Og þá kemur eftir alla þessa tvístrum baráttunar. Hvernig ætlum við að fara að því að vera inn í almenningunum og berjast saman? Og kannski það spurningin sem þessi hreyfing að reyna að svara. Já, ég held það. Mér finnst þetta bara ágætt greiningkjæður, að það einmitt svona hvernig getum við unnið saman og skapa fjöldarhreyfingu en samt gefur rými fyrir þennan margbreytileika á þess að einmitt, þú veist eins og talar kúun samstöðunar að það sé rými en það sé samt, við missum ekki sjónar á þessu sameiginlega og eins og segir líka með kannski 80% eða hvað það sem eru ekki aktivistar sem bara venjulegt fólk sem kannski tengir ekkert við einhverja pólitíska baráttu og hvernig virkir við þann fjölda, hvaða svo baráttu hefur líka hálflegið niðri Já. Svona að því að það hefur verið bara einhver hugmyndum að það ekki hlutur okkar að ræða saman framtíðina í samfélaginu, heldur á bara framtíðina að koma eitthvað staðar með einhverju nýjum uppfinningum hjá Steve Jobs eða ég veit ekki hvað hún að koma þessi framtíð En ég átti líka bara 80% að vera líka það að segjum að við séum í sikuru tjaldinu og svo tölum við hvað við viljum. Þá getum við fundið samstöðu kannski 80% sem að við eigum sameiginlegt í baráttu. Og þá segjum við, ok, ef við ekki að tvískipta baráttu okkar, stundum tökum við saman að vera í 80% saman og þá höfum við aflið saman. Og svo þegar þú ferði í 20% baráttuna þína og ég í 20% baráttuna þína, þá styð ég þig á þess að ég ætla að vera beint þáttakandi. Ég blessa hana bara. Ég blessa bara gangi ykkur vel og ég styð ykkur. En ég þarf ekki að taka afstöðu til þess, skilur við? Einmitt, nú skil ég þig. Þegar við getum verið að rífast 20%. Einmitt. Við getum endað bara samtalið þar en ekki verið að tala það sem er forseta fyrir því að við getum unnið sikkert sigurinn og sem við höfum sannarlega hagsmuni að og við erum bræður og systur í baráttunni. Einmitt, það er einmitt þessi fína lína líka milli þess hvernig við förum að því að skapa þessa tegund af samstöðu af því að það er eins og stundum verið talað það margir til dæmis marxískir feministar eða konur sem voru virkar upp úr 1968 og þannig í þessum hreyfingum og tóku þátt í þessari nýja vinstri og allt það og svo bara þegar þær vildi koma með sínar kvennakröfur þá bara heyrðu býtu þú veist, stelpur, haldið ykkur til hés fyrst er það stéttabaráttan og svo muna hinn málin leysast þannig að það er heldur ekki við getum ekki farið þá leið að smætta þessi margbreytileika málefni eða hvað ég segja
mismun sem að svona kannski menningarlegur og allt þetta, feðraveldi eða hvað maður segir, sexisma og rasisma og allt það, að segja að það sé sko einhvers konar afleitt af kapitalisma eða svoleiðis. Þannig að verður að finna ykkur að leið að tala þessi mál, þannig að það sé einhvern veginn svona, já, í brennidepli á sama tíma, en samt eins og segir, við þurfum ekki öll að vera í allri baráttu og þurfum ekki öll að vera nákvæmlega sammála allt, þannig að já. Og líka lagt kannski af eftirstríðsárunum þar sem að náðist mikill árangur í lífskjörum og réttindum meginþróu almennings, en það var alltaf forsendum svona tiltölulega svona einfaldrar hugmyndar það hvers konar manneskjur það væri, ég meina við getum endaði sem kjarnafjölskyldan í blokkaríbúð í útkverfinu með eitt bíl og eitthvað svoleiðis. Þannig að það var svona of einföld hugmyndum hver árangurar. Einmitt. En þetta ég veit ekki hvað við stöndum í þessu, því að þetta svona gallinu líka allt þetta fólk í allir þessu tjöldum að koma út úr 20, 30, 40 ára tímabili nýfrjálshyggjunar sem að hefur eiginlega unnið gegn allri svona, já, bara hugmyndir það að það sé verkefni okkar í sameiningu að komast einhverju niðurstöðu hvers svona samfélag viljum byggja upp. Það já, ég alveg sammála því að nýfrjálshyggja einhvern veginn líka og bara frjálshyggja, þetta menning, þetta einmitt einstaklingshyggja sem að ég held að við séum bara okkar samfélag bara mjög djúpt. Sorkin í. Já, sorkin í, sko. Og tíma okkur. Já. Þetta snýst hver er staða mín í samfélaginu, hver eru skyldur mínar og ábyrgð í samfélaginu, sem var breytt raunverulega. Hún sagt við það, þú bara horfðu á sjónvarpið eða eitthvað og við skulum sjá þetta. Við látum hinn ríku bara sjá þetta því að þau eru náttúrulega best, þess vegna eru þau rík. Við getum ekki látið henni fátæku stjórna heiminum, sem náttúrulega algjör umturnun, því að það var svona hugmynd eftir því sárunum að við ættum að byrja á að bæta ágalla þeirra sem að verða fyrir mesta óréttlætinu. Að það væri leiðin til þess að bæta samfélagið. En einhvern veginn yfirgáð við það. Ég segi, þetta bara því við sem við veist borð. Já, einmitt. En nei, þetta mér finnst þetta mjög áhugavert og líka margt líka í feminisma sem hefur sterkur þráður í feminisma að gagnrýna einstaklingshyggju og til dæmis það sem kannski núna dálítið svona skemmtilegt og skapandi í feminískri heimspeki og þannig að það eru svona áhersla á svona tengsla verufræði. Og það er svona kannski önnur sýn á heiminn og okkur að þú veist heldur en þessi einstaklingshyggju, þú veist að við erum í krafti annara. Við verðum til, við erum einhvern veginn öll, við erum háð hvort öðru á djúpstæðan hátt, við erum og það er náttúrulega eitthvað svona tengist aftur þessari kvennaverkfallshugmynd með áhersluna á sko umhyggjustörf og þessi félagslega endur framleiðsla að það er ekki bara skeina og skúra, heldur það er líka bara sko, þú veist, hvað er samfélagið? Við erum einhvern veginn að endurskapa það með því að bara hvernig við komum fram í hvort annað og hugsum hvort annað. Þannig að mér finnst það líka vera dálítið svona, já það er margt þar, svona skemmtilegt sko, þessi hvernig við svona afbyggjum þessa djúpstæðu einstaklingshyggju. Og horfum á kannski mikilvægi samfélagsins og allt það stórkostlega sem við höfum gert í sameiningu. Já. Það líka ég man ekki hver það var sem hann sagði að upp að mennskunar var leggur sem auðsóla hafði verið sko búið að þannig að gæti gróið aftur eftir að hafa brotnað en ekki örvótatir allir. Einmitt, já. Þannig að það er eins og við þurfum að fara eiginlega í að endurskoða eiginlega bara hugmyndur okkar mannin og samfélag. Já. Því að við erum að koma út úr mjög slæmu tímabili. Einmitt. Að ég kall og stundum horfi ég á kvennahreyfinguna og svona að því að það er þessi umræða og kannski bara að því að konur eru svo margar og þetta er svo stór hreyfing og svona þessi umræða að geta haldið inni svona réttindabaráttu og frelsisbaráttu ólíkra hópa og svona þessi svona hugmyndur svona móðurbaráttuna. Þá finnst manni að því að konur náttúrulega börðust frá því að vera bara eign karlmannsins. Ekki taldi með í hinnu formlega samfélagi. Störf þeirra voru ekki launuð, þannig að þetta er
bara kortir í frá því að vera gripfénaður en þeim tekst að heyja baráttu og komast til þeirra jafnstöðu sem að Íslendingar að flagga þeirra að stæra sig af þessu á bara kannski 4 kynslum 5 kynslum, stórkostlegt og þá veldur maður fyrir sér að hvort að svo barátta sem óunnin af því að það svo margt eins og hefur komið fram hjá okkur það svo margt sem að þarf að gera í viðbót hvort að maður getur því sagt að við getum náðu þessum árangri ef að kvennabaráttan nær að halda þessu inn í sér og náðu þessu fram af því að eða þetta frekja kalsis sem stöðu fyrir utan að þið eins og stöðu getur unga fólki við umhverfismál að þau að redda þessu að maður fær svona oftrú á kvennarhreyfinguna út af einhverju svona helgi hennar að nái svona miklum árangur á skömmum tíma og að konur hafi sín á hinn undurokaða það varðveitt inn í hreyfingunni og þess vegna hafi hún svona meiri getu til þess að bera stærra hjarta, meiri húmanisma og kannski getur komið svona meiri árangur út frá henni. Stundum hugsaði ég þetta og ég stundum hugsaði þetta ekki bara eitthvað svona frekja kalsis sem horfir á þetta líða fram með glukkanum. Já, ég svona já, ég stundum hugsaði þetta því að það koma stundum upp svona í svona baráttu svona einhvers konar þú veist eins og til dæmis kallar sem að taka þátt í jafnréttisbaráttu að þeir væru þá kannski að þeir verði einhvern veginn að passa sig svo að þeir taki ekki yfir baráttuna eða eitthvað svoleiðis eða og svo sumir kallar sem hafa ekki viljað kalla sig feminista það var, þú veist að já, ég er ekki kona, ég get ekki þú veist, ég er það frekar kannski prófeministi eða eitthvað svoleiðis, eða stuðningsmaður eða eitthvað svoleiðis jafnréttissinni já, jafnréttissinni en mér finnst mikilvægt að við förum svolítið, þó sé alltaf mikilvægt að við höfum ekki gleyma því að við erum staðsett og við erum með mismunandi bara líkama og reynslu og allt þetta en að fara samt aðeins, þú veist pólitík snýst líka fyrir mér að taka málið aðeins lengra og ekki bara vera í þessu persónulega og hver er ég og eins og svona umræðum kvenna verkfallið þú veist, þetta er dagur okkar kvennana eða kvenna og kvára þú veist, mér finnst bara mjög mikilvægt að kallar líka segja eins og rauðsökkurnar þú veist, þetta er allega mannréttindabarátta og ég held að kallar hafi líka mjög mikinn hag að því að þú veist, tilinga sér feminíska hugmyndafræði ekkert vera hræddir við það og já, ég held svolítið svona saman erum við sterk ekki að horfa fram hjá því að við erum að díla við sexisma og einmitt rasisma en við höfum þessa hreyfingu og hún er sterk og hún er svona sögulega aflmikil að því lengra sem að hún fer því betra verður samfélagið já, svo sjáum við það líka alveg í gegnum söguna eins og til dæmis þessar konur í upphafi 20. aldar, Bríet, Bjarnýjarsdóttir og allar þessar konur, þær áttu vini, kallkyns vini á háttsettum stöðum sem að þær voru að skilurðu, þú veist agnúast í og ræða við og það hefur alltaf verið og það er alltaf eitthvað samræða við það myndi ekki hafa gerst eða það væri ekki líka kallar sem að skildu eða sýndu baráttunni samst Þú vilt ekki hafa þetta eins og í hjallastefnunni verið bara stráka á stelpudeildir? Ég vil einhvern veginn, það er náttúrulega svo aðferðar eitthvað svona leið á einhverju markmiði, náttúrulega, það er verið að gengið svolítið út frá því að stelpur þurfum við kannski að þjálfa aðra eiginleika heldur en strákar og öfugt, þannig að en ég veit það ekki, já, ég er svona kannski já, ég held að við ættum öll að geta fundið, ég held að samstæða og samvinna sé einhvern veginn málið og mér finnst ekki mikilvægast einhvern veginn að nú verða fyrst og fremst þetta snúist að
þú veist, þær með að bara tjá sig sem eru konur eða ég held að það gerist ekkert nema að verði breiðari samstæða. Þetta er sameiginleg barátta okkar alltaf. Já, ég held það. Og kannski erum við á tíma núna þannig að þetta svona miðsvæði og við þurfum að kunna einhvern að rekta það þannig að það skilja okkur árangri fyrir alla en á þess að traðka og íta frá sérstökum kröfunum. Hvernig fyrir við fram með almennu kröfur á þess að það séu til þess að stróka út sérstökum kröfur. Akkurat, það er það. Ef við leysum þetta þá erum við búin að leysa. Já, það er sama með rasisma og það er náttúrulega, sko, það er alltaf þessi fína lína að sko hvíta forréttindafólkið hijack ekki þeirri baráttu og taki allt rými eins og venjulega og þannig en á sama tíma þá er ekki gott að forréttindafólkið standi bara til hliðar og taki ekki þátt. Við verðum að taka þátt, við verðum að sýna samstöðu þar sko. Og gefa hreyfingunni tengslanetið okkar og röddin okkar. Já. Og það sömuleitt það líka hlutverk bara millistjættafólks að það verið eins og að ef að það tekur ekki upp baráttu lágstjættafólks að þá dunga lágstjættafólki niður og sogar til sín millistjættina. Þannig að þess að millistjætti sé svo örlög að henni farnast betur ef hún tekur upp baráttu þeirra sem standa ver. Já, einmitt, það mætti líta á þetta sem svona guðlega forsjón. Ef að fólk stendur ágætlega efnahagslega og á mikið mennta og félagslegt kapital að þá fardast því best ef það notar það í þágu þeirra sem þurfa á því að halda. Verður þetta rausnarlegt, verður rausnarlega á kapitalleikar. Já, einmitt, já. En það náttúrulega hefur líka sýnt sig að það er oft sem að svona barátta lægstu hefur líka oft verið leitar alls konar hugmyndafræðingar og þú veist, baráttu leiðtogar sem að koma úr eins og millistjætt. Og þjónaði líka. Já, komaði annar staðar inn á vettvang sem að veiki hópurinn hefur ekki aðgengi að. Nei, og það er ekki alltaf þannig að þegar maður takir þátt að maður sem er að drottna og kúa hópinn, það er ekki þannig, maður getur þjónað. Já, ég held það líka sko. Og á sama tíma virða það líka að oft kemur þekkingin og krafturinn að neðan sko. Já. Að ekki Og sannarlega drifkrafturinn kemur frá þeim sem að upplifa mest óréttlætið. Og þar er líkurnar á breytingaraflinu komið þar. Það sem að fólk að bara berjast í lífi sínu. Já. Það trúum við sósíalistar hérna. Valgerður, gaman að fá þig hingað. Að koma að tala kvenna verkföll og bara kvenna hreyfingun almennt. Takk fyrir mig. Takk. Og við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið og heiminn sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag.